Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði og piparduftið. Piparduftið klárlega uppáhaldið mitt. Subway, bestu bátarnir í bænum. Subway býður upp á alls konar mat, vefjur, salat, báta. Uppáhaldið mitt, klárlega kaldur BMT og ég verð að fá allavega 3 svona smákökur í desert. Sambíón reka 5 kvikmynduhús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álfabakka, Kringlunni og Egilshöll. Þið sem hafa hlustað mikið á bíóblaður vitið að Egilshöll klárlega uppáhaldsbíóið mitt. Það ekkert sem toppar staðleitt þar. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Ég vil líka þakka ykkur fyrir að horfa að hlusta á bíóblaður. Ef þið viljið styrkja bíóblaður, þá mæli ég með að versla við þessu frábæra fyrirtæki. Ég vil minna á að bíóblaður á Instagram, TikTok og Facebook. Endilega fylgið mig þar. Það hérna með Stan Lee í Captain Marvel. Vissirðu það kannski ekki? Ertu að tala þegar að lesa handrið af Mallrats? Já. Hvað með það? Þá til dæmis, þá svo mikið verið að tala um þetta á Twitter en eins og hann segir sjálfur, fólk fór svo fallega að því. Eitthvað, can't wait to get the reviews from Captain Marvel from Kevin Smith. En, þú veist, hefðurðu kannski verið að auglýsa eitthvað þátt, segjum bara ekki við höfum verið að auglýsa Kevin Smith þátti núna og við höfum bombað þessu inn í, þetta var svo mikið leyndamál. Já, þú meina að þetta var surprise. Já, þetta var svo mikið surprise. Þarna hann eitthvað að doing lines, að lesa Mallrats skriptið sem alltaf bara störlað. Ég sá hérna... Allir fyrir þá sem viti ekki, þá var Stan Lee í Mallrats. Já. Stan Lee kemur í Mallrats, með alveg nokkra línur þarna. Og hann og Kevin alltaf eru frekar góði vinir, sko. Það voru það. Það voru það, já, að þú veist, já. Og þótti mjög vænt um hann og svo sá ég, þegar hann að segja fólki á YouTube, bara klippa af Kevin Smith, þá var hann að segja fólki hvað gekk á, hvernig þetta gerðist og hann alltaf bara hágrenjaði í myndbandinu. Þetta alltaf svo þýðinga mikið fyrir... Af því að Kevin Smith vissi ekki af þessu? Nei. Þetta var myndamál með þess að fyrir hann? Já, hann fekk ekkert að vita og svo fekk hann eitthvað aðeins að heyri. Hann reyndar sá það áður en hann var premiered. Út að hann alltaf fær alltaf á flestum þessum myndum fær að sjá hann á hann kemur í bíó. Já. Svona, eitthvað svona black copy sem, þú veist, eyðistur og búin að horfa á hann einu sinni eitthvað. Störla dæmi. Mission Impossible. Já, eitthvað svona þannig dæmi, sko. Já. Og hann var búin að sjá hann. Hann var búin að sjá þetta fyrir the premiere, skiljið. Þannig að þegar hann var í bíó á, forsýningunni, eða frumsýningunni, þá var hann vissi hann að þessu atriði. En hann samt frétti þetta þegar hann sá myndina? Já. Alveg saman hvernig það var? Já, alveg saman hvernig það var, hvernig sem hann sér hana. Að þá sér hann þetta bara allt í einu að hann að lesa skripta Mallrats sem alltaf bara galið, sko. Þannig að í rauninni hann að endurgjalda greiða 25 ára seinna. Og þetta náttúrulega eftir hann deyr sem náttúrulega ábygglega ennþá þýðingin meira. Já, býtu, Captain Marvel cameo, var það ekki síðasta cameo? Jú. Og svo málið eins og með cameo þar að þeir þurftu að fá tökur úr Mallrats myndinni sem þeir hringja í Kevin og bara, herru, ertu með einhverja tökur á Stan Lee tala í Mallrats, einhverja aukatökur og hann eitthvað, já, þú veist, þú ert bara hringi í, man ekki, Universal eða hvað sem það var, bara, og þau öruglega eitthvað, skiljur, og málið Stan Lee, hann var svo veikur þegar þetta tekið upp með Captain Marvel, að þetta ekki hann að tala. Þú veist, hann ekki að tala þarna, skilju, það eiginlega bara klift inn á. Svo náttúrulega kemur hann að brosi til Captain Marvel, bara fallegt moment, en hann ekki að tala þegar hann að rehearsa línurnar. Þetta úr, tökum frá Kevin Smith? Já. Það vissi ég ekki? Já, út af því að hann var svo rosalega lasin. Já, svo deyr hann eða ekki stuttu eftir. Já, hann deyr bara rétt eftir tökur, sko. Tökun allan á þessu. Hann var allan orðin mjög veikburða. Að hann náði háum aldrei, kallinn. Já, elsku kallinn, sko. Það svakalegt líka bara að það verið bara þessi hressa sál og bara æðislegur, sko. Hann var líka mjög eftirminnur í Mallrats. Já. Ég hef alltaf verið hann stóð svolítið upp úr, sko. Já, ég hef alltaf verið svona overgy-gæi. Já. Ég man þegar ég sá Mallrats þegar ég var úlingur. Ég brosti svo mikið bara þegar Stan Lee kom.
bara að sjá hann, ég náttúrulega sko, ég persónulega þekkt hann ekkert svakalega þá var ég ekki orðin þessi nörd sem er allt í einu varð. Já, þekktur ekki Stan Lee? Ekki svona, sko, þú veist, ég var ekki bara, herðu, þetta er creator of Superman, bara. Nei, Spider-Man fyrir ekki. Hvað það? Já, þú meina það, þú þekkt hann ekki þannig. Kynnist þú hann bara pínu í gegnum þá myndin? Þess að þú sér myndina, sko... að það talað hver hann er í Mallrats. Já. Það er ekki alveg rétt munið hjá mér. Jú. Það er komið inn á það, hann á að vera að gera eitthvað sæning að það, minnum mig. Já, hann að gera sæning. Af því að Brody, karakterinn í Mallrats, hann er svo mikið komabúkaði. Já, passar. Já. Og finna með Brody, ógeðslega finna Universal vildu... Hérna ekki Brody? Jú. Hérna Bodhi? Brody. Er ekki Brody? Jú. Ok. Fyrir hvað sér, Universal? Universal, sko, höfðu sambandi Kevin Smith og vildu fá, Adam Sandler taka Brody hlutverkið. Nei. Já. Adam Sandler eða hann, Michael Myers. Já, Mike Myers. Mike Myers, fyrir ekki, já. Þau vildu fá hann. Hann var eiginlega svona, þá var það Universal að pusha, sko. Og finna við að Universal treystu heldur ekki að Muse og þau voru með Seth Green á kantinum ef einhver myndi fokkast upp. Býtu, sem þá Jay? Já. Á móti Silent Bob? Já, ímyndaði Seth Green sem Jay á móti Smith. En þeir treystu væntanlega ekki Muse út af hans Nei, nei, sko, sagan hans var ekkert svo slæm þá. Þetta er náttúrulega, Mallrats kemur út 95. Þá var hans fer hann í rugglið þá meira eftir þá mynd til þess. Já, hann hefur verið á öruglega bara eitthvað smoke og weed eða hvað sem það var. Og ég held hann að bara alltaf verið harðir í neyslu. Nei, ekkert svona neyslu, hann er kannski að smóka eða eitthvað. En með hann er að þau sáu fyrstu myndina, en voru ekki alveg, treystu hann ekki alveg á stærra svið. Jú, hann er út af því að hann er náttúrulega ekki eitthvað huge í Clerks. Já, þú meina bara sem leikara. Já, bara sem leikara. Þannig að þeir voru með Seth Green bara á hliðinni, bara til að stekka inn í ef þetta fákast upp. Finna að hugsa til þess. En hann náttúrulega bara, hann trompar þetta, sko. Þetta er náttúrulega geggjaður karakter. Já, líka fyrir hann. Já, Jay án Jason Mewes er eitthvað sveirið furðulegt, sko. Það er bara ekki sami karakter. Og sama líka bara með Brody, sko. Ef Adam Sandler hafi verið hana. What the fuck? Af því að Jason Lee sem leikur Brody, hann er svo fullkominn. Geggjaður. Bara geggjaður hlutverk. Þú veist, eins og þetta chocolate covered pretzel dæmi. Þú veist, bara hugsaði núna, ímyndaði að heyra Adam Sandler segja þetta. Ég bara er ekki að sjá það fyrir. Nei, það bara virkar ekki, sko. En sko, hvað það, er hún 95? Já, Mallrats er 95, Clerks 94. Svo, sko, að kemur ár að tegur Clerks, Mallrats, svo 97 kemur Chasing Amy, 99 kemur Dogma, 2001 kemur Strike Back. Fyrir það sem er að hlusta að horfa núna þennan þátt, Tryggvi er mikil Kevin Smith. Þess vildi ég líka fá þig. Ok, förum aðeins yfir svona myndirnar. Já. En þú ert væntanlega búin að sjá þær flestar ef ekki allar. Allar. Nokkur sem. Þá þið spurði bara strax. Já. Svo munum við svona farið þér svona í sikurlegi. Hver finnst þið besta myndin hans? Hver er þín uppáhalds? Besta myndin hans er Dogma. Uppáhaldsmyndi mín er Strike Back. Jay and Silent Bob. Já. Og já, þér finnst það er munur. Þér finnst þessi vera besta myndin eins og Jay and Silent Bob er þín uppáhalds. Já, klárlega er augljóslega Jay and Silent Bob Strike Back ekki best skrifaða myndin. Það er bara að segja sér sjálft. Hvað gera hann uppáhaldsmyndinni fyrir því? Uppáhaldsmyndin er að það er eiginlega svona það sem fær mig til að kynnast Kevin Smith. Sástu hana fyrst? Nei, sko, ég komst að því að út af því að 2001 er ég 11 ára. Já, einmitt. Þannig að, sko, fyrsta myndin sem ég sé, án þess að vita hver Kevin Smith eða Jay and Silent Bob eru, er Dogma. Það er bara ég slýst á að horfa hann í sjónvarpinu. Allt inni sé bara Matt Damon og Ben Affleck, bara einhverja engla að skjóta eitthvað fólki í lest og eitthvað. Og galið. Og þá náttúrulega Jay and Silent Bob svona þannig lagað aukahlutverk. Já, þeir eru ekki það mikið henni. Nei, þeir eru náttúrulega minnst í Chasing Amy, en svo þegar það kemur á Dogma, þannig að ég var búin að sjá Dogma, en það sem gerist fyrir mig er að þegar ég er í grunnskóla, þá ég svona freka mikið læri einhaldi og talaði freka lítið og eitthvað. Svo þegar ég skipti skóla og fer sérst
eru Keflavík og fer út í garð og þá fer fólk alltaf eitthvað, herðu, þú svolítið líkur Silent Bob og þá mitt góðu félagi minn í garðinum hávaxinn en ég með svona sítt ljóst hár og við vorum alltaf að hanga í ykkur sjoppu bara íslenski Jay and Bob við vorum bara íslenski Jay and Bob og ég bara eitthvað, ok, skilju, alveg cool að heyra þetta, skilju og fólki fannst þetta alveg fyndið og skemmtilegt og ég vissi voða lítið þetta og eitthvað Jay and Bob eitthvað, já, Silent Bob, ég eitthvað, ok, ég vissi að ég talaði lítið og ég var með svona sítt hár þá, skilju þannig að það vantaði bara síða jakkan og derhúin og svo greitt aftur á bak og þannig ég fór bara, ok, herðu, ég vil bara kynnast þessu, bara komast almennilega að þessu, þá ég aldrei sé málrætt ég alltaf sé coverið á Jay and Silent Bob Strike Back, þetta svona fyrir eitthvað skemmtileg cover. Veitu, hvað árið þetta cirka? Þetta örugglega, ætli sé ekki bara 2006 kannski eitthvað. Já, þú ert 16 ára. Ég er kannski 16. Þú ert úlingurinn. Já, ég er kannski 16 ára. Já, ég er svona 16-17 ára. Og þannig að mér svolítið þau eru farin að líka mig við hann. Ok. Og ég talaði lítið, þannig að Silent Bob og áttu vel við. Já, þannig að ég var með farin að vera kallaði Silent Tryggvi á svona tíma, bara í einhverju svona gríni, Nei, en það var ekki illa meint, eða? Alls ekki illa meint. Nei. Ég var mjög þögul dýp á þeim tíma því að, ég bara, eins og ég segi, bara erfiði, en ekkert þannig að stóð eitthvað vandamál og það var aldrei verið að stríða eitthvað með þetta. Þetta var meira svona bara, hei, þú gett líka. Já, og fólk fannst þetta ógeðslega cool, Já, ok. Það er svona skemmtilegt. Það er svolítið skemmtilegt fyrir manni mitt sem að kannski átti ekki endilega rosa marga vini á þeim tíma og fólk eitthvað, þetta er cool. Þannig ég þurfti eiginlega svolítið að svona steppa upp með þetta, fór og bingsaði allt, bara fór keifti allt, bara, maður ætla ekki að segja hlutina sem maður er keift með þetta dæmi, En var þetta bara ástu fyrstu sín? Já, eiginlega, út af þetta höfðaði svo mikið timmin eitthvað, það er bara, þetta var allt í henni bara, einhverju gæjar bara hanga sem var bara ég, skilurðu, og svo var þetta bara gæjar með sorakjaft, ég er með algjöran sorakjaft, þó ég segi sjálfur frá og þú veist. Þú gast tengt við þetta? Ég gat tengt rosa vel við þetta, ekki allt saman, skilurðu, en ég gat tengt við það að bara ruglið, bara segja það sem vilt og þetta er svo mikil aulahúmor sem bara ég elska, stónerahúmor, elska það. En manstu í hvað röðu tókst á myndar? Ég hef örugglega tekið, Dogma, Jay and Silent Bob og svo tók ég runna. Já, svo svo bakkaður. Já. Ég er unni, ég sé Clerks 2 í bíó. Og það er svona, þá er ég... Er hún ekki 2006? Hún er 2006. Já, mitt. Þú fórstu hann í bíó? Já. Þá varstu búin að sjá fyrstu? Já. Ok. Þannig að ég er unni, ég tekið unni Dogma og óvart, ekki vitandi að þetta var bara einhver sería, skilur, bara sería í bíómyndum og svo náttúrulega kynnist ég Jay and Silent Bob Strike Back og bara instantly elskana bara þetta í gauðin svona og er það því hún er kannski svona einhver leiti svona kjánalegust svona? Já, hún er svolítið goofy og svo er þetta líka það er náttúrulega, þú veist, eins mikið hún er kannski að fá geggja að dóma, en það er stjörnu það er mjög skemmtilegt line-up í henni, Já. Þú veist, við erum með Mark Hamill, við erum með Carrie Fisher og, þú veist, atrið með Carrie Fisher er náttúrulega ógeðislega fyndi fyrir þá sem ekki vita að þá eru sem sagt George Carlin er sem sagt að húka sér far Alveg rétt, og hann bendi þeim á að best væri er bara að sjúga tippi og og þeir taka því að þeir eru líka, já ok, en ef þú fer far og sleppir þessu tippi, bara já, en þá bara sigur í tippið og þeir eitthvað, ok svo sér það eitthvað George Carlin fær upp í rútu og svo eitthvað Já, þú bara sér maður að beigja sig eitthvað trukkabilstur yfir buxnaklöfin yfir nema það og síðan fá þeir farið einhverju nunnu sem var Carrie Fisher sem er náttúrulega sturla fyrir náttúrulega bara nördana þú veist hann náttúrulega spila, og svo líka það Kevin Smith spilar ógeðslega mikið inn á nördan hann sjálfur sem mikið nörd? Já, hann er sjálfur sem mikið nörd ég meina, til að fjármagna Clerks selur hann comic book safnið sitt Einmitt, já, á þeim tíma Já, hann selur svo allt comic book safnið sitt ég meina, Clerks kostaði bara $27 Ég las líka, þú mátt leiðir þetta með þetta rátt að hann var að pæli, hann safnaði einhverjum pening og var að pæli að fara í kvikmyndaskóla
Já. Svo hætti hann við það og notaði peningin í Clerks. Já, mér skilst að það sé, já, ég hef búin að lesa það eitthvað líka. Að hann ekki lærður. Nei, þetta bara, en ég meina, þú veist, en hann tók þessu bara með stormi þegar Clerks kemur út, sko. Ég man ennþá eftir ég sá hana fyrst, sko. Já, þú veist, ekki það, hún náttúrulega kemur úr 94, þá ég 4 ára, en þú veist, litla meistaraverki og hún eldist líka ótrúlega vel. Ég nefnilega sá hana, Clerks, tökum hana þess að því að það er alltaf fyrsta myndin hans. Ég man því ég sá Clerks, þetta er svart hvítmynd. Já. Og að ég er 83, þannig að hún sér að ég er 11 ára þegar hún kemur út. Já. Og ég er að sjá hana ekki svona 12-13 ára. Ég man því, ég var svona frekar ungur, en ég var svona úlingur. Já. Og það er nefnilega svo skemmtileg húmor í henni. Já. Og skemmtilega línur, skemmtileg samtöl, skemmtileg karakterar. Og ég man að ég var bara eitthvað, hvaða mynd er þetta? Og mér fannst það bara... Líka bara svartkvít bara. Já, svartkvít gerist eða bara í einhverju vídeolegu. Svo líka það, ég var alltaf á vídeolegu þegar yngri. Já. Gerist vídeolegu, svo er eitthvað svona sjoppa hérna eitthvað hliðina. Þeir eru bara bullshit eitthvað. Já, þetta er staðurinn sem ég var að hanga og þeim ég hafa líkt við hann. Þetta er ástæðan okkur, ég elska þetta, sko. Þannig að ég man bara, mér fannst hún fyndin og skemmtileg. Já. Þú segir hún eldist vel. Mér finnst það, já. Ertu, að því að útlitslega, sko, hún er svartkvít og þú sérð að þetta er, þú sérð að þetta er ódýr mynd, sko. Já. En ég held það að út af því hún kostaði svona lítið og hún þinaði svona mikið og var það huge og þú veist, hún var svo svakalega stór fyrir litlu kynslóðina af filmmakerum. Já. Skilur, þú veist, fólk sá bara hvað, ok, hann gerir þetta fyrir $27,000 og ég held að hún hefði bara budgetað kringum $3 million. Já, sem hún tók þá inn í rauninni. Já, sem eru svakaleg upp að þeim tíma, svo svakaleg. Fyrir svona ódýra mynd. Já, svo droppar hann Chasing Amy. Nei, var ekki Mallrats fyrst? Mallrats fyrir ekki. Já, Mallrats. Tekur Mallrats. Er það bara árið setna? Hann tekur, já, hún kemur 95. Svo kemur Chasing Amy 97. Hann hefur verið duglegur á þessu tíma? Já, og svo kemur Dogma 99 og svo Strike Back 2001. Hann er fljótur. En ok, Clerks. Já. Tökum hann aðeins fyrir. Að það er margt áhört í henni. Þá sér maður í fyrsta skipti með Jay and Silent Bob. Þeir eru kannski ekkert einhverju risalhutverki, en þeir eru rosa stór partur samt af myndinni. Já. Af því það er klift á þá, það er svolítið síðan sá Clerks, það er klift á það reglulega. Já. Hann er eitthvað að dansa. Eitthvað berserker hann fyrir utan. Það er það sjúkla. Það er svo fyrir. Ég elska það. Hey Olaf, sing Berserker, sér ekki svona á. Gæði mér eitthvað þungar eitthvað. Já, það er berserker bólinn eða peysuna, ég man ekki hvað það var. Já. Snúkans húuna. Mér minnum mér þess að það var ekki, það var kona sem heyrir þetta. Og hún segir eitthvað, did he say making fuck? Er þetta ekki rétt í það? Já, ég vant að satt svo í mér. Og að syngja Berserker. Það er svo mikið að finna atriðum í þessari mynd. Svo líka bara selja einhverju stelpu, sígarettupakka og hérna... Já, svo er þetta sem bara 9 ára eða eitthvað. Já, bara lappar 9 ára, bara eitthvað, pack of smokes. Hann eitthvað, já. Og báðu komu ógeð á þessum viðskiptöðunum. Hvora meiri uppáldu þér? Dante eða Randall? Þetta ekki Randall sem var á vísunni? Það verður held ég að vera Dante, held ég. Hann er meiri uppáldu þér? Já, ég held það. Af hverju það? Það er erfitt að velja upp á milli. Þetta er svo fyrir mér eins og, þú veist, að velja á milli Jay and Silent Bob. Þú veist, það er ekkert að velja á milli. Já, þú getur ekki að velja. Þú verður að taka þetta sem, þú veist, þú verður að taka dúoð. Já, þú getur ekkert splitt. Nei, þetta er bara, það er eiginlega bara ekki hægt, sko. Þó að Jay sé svolítið svona, kannski, stærri karakter. Jay er stærri, já, hann er meiri persónleiki, en ég get bara ekki gert upp á milli, sko. Þú getur ekki valið? Nei. Og þú getur ekki heldur valið á milli Dante og Randall? Nei. Þú ert það mikill fan. Já, það er bara svo vel að milli bandana eða? Já, án gríns. Þetta er sérstaklega með Jay and Silent Bob. Ég geti aldrei bara, ef fólk verður bara með byssa mig bara, þú verður að velja. En þessum líka, ég taka það fram fyrir það sem voru að hóla þáttun á YouTube. Tryggvi kom með props, sérstaklega fyrir þátt. Þeir verða að vera með. Þetta er með Jay and Silent Bob. Já. Svona litla fígurur. Já. Ég gerir nú ekki í því, þetta er þessu sívinsæli pop figures. Og ég er nú ekki að safna þessu. En þetta var must. Þetta var must. Og þetta var svona, ég var reyndar, vandræðilega stórt Kevin Smith safn, af kort bækur. Hvað er að tala um? Hvað ertu að kaupa? Bara alls sko, á þeim
á tímapunkti var það slæmt að ég var bara að kaupa allt sem þið léku í, sko. Þú veist, ég keypti einhverja Ronald Reagan slashermynd sem heitir The Tripper. Þú veist, þetta var einhver með Ronald Reagan grímu og bara drepa einhverja hippa. Hver var í þeirri mynd þá? Jason Mewes kemur í henni og einhver hippi. Þá keyptir hana? Já, þá bara keypti hana. Og svo eins og þú hefur tekið fram áður, hvað þú elskar Scream 3 mikið. Scream? Já. Þú ert að tala við kaldani? Já, í mjög mikilvæg kaldani. Ok. Hræðileg mynd, en það er... Samt lúmskemmtileg. En Jay and Silent Bob cameo þar. Þá keyptir hana? Já. Ég keypti hana bara á einu cameo, sko. Og svo kom, þú veist, eins og hann talaði inn á Teenage Mutant Ninja Turtles, Kevin Smith. Þessar nýja myndir? Nei, er það eitthvað teiknumynd? Eitthvað teiknumynd. Og keyptir það hana? Ég keypti hana. Volgar, það er náttúrulega úr US Universe, sem sagt, hans teimi. Hann Scott Moser, gerði Volgar-myndina, keypti hana. Hann talar inn á einhverja hundateiknumynd sem heitir Dougal, keypti hana. Nei! Jú, með alveg sama. En eins og þess með, ég sé að þú ert í ból. Ég er í ból. Þetta er geggjaðar bólur. Það ertu í rauninu með Jay and Silent Bob, sem R2-D2 og C-3PO. Þetta var einmitt keypt þetta var keypt í Ameríku, í Secret Stars búðinni. Já, ég ætla að spyrja, hefur þú farið í? Herru, systir mömmu minnar býr í Pennsylvania og Secret Stars er í New Jersey. Það eru, 2,5-3 tímar. Besta frænka í heimi keyrði frænda sín í 3 tíma til að fara í fokkin Secret Stars búðina. Nei! Jú. Og hvernig upplifum það? Sturla, sko. Ég var náttúrulega bara, ég átti eiginlega erfitt með að vera hann inni, sko. Þú veist, það var svo mikið af, memorabilia og allt hann inni. Hvað ertu gamall þá? Ætli ég sé ekki... Ég bara pæla, ertu orðin fullorðin? Þarna er ég kannski 20 eða eitthvað. Já, ok, þú er samt ungur. Já. En þegar þú komst það inn, langaði að kaupa allt? Já, bara hluti sem ég ekkert við að gera, sko. En vestlaðir eitthvað? Já, ég keypti þetta ekki þennan ból þá, en ég vestlaði einhverja bóli, berserkarbólinn, keypti einhverja húfu, keypti einhverja bók og þú veist, ég á með þess að, sko, Clerks 2 soundtrackið. Shit. Ég á Jay and Silent Bob Strike Back á spólu, minnst það geðveikt. Nei, bara Waffa-S. Já, ég fann hana einmitt bara í fyrradag eitthvað. Ég ætlaði að koma með hann og sína þér hana, en ég glemdi því. Það var geggjaða próf. Já, en með Waffa-S bara á spólu. Ég man að, það var þetta var bara þegar spóluna voru að hætta og þá var verið að selja allt á 50 kall, 100 kall, bara fólk vildi eiga. Og ég sá hana, ég verða að taka hana, sko. Bara ég verða að eiga þetta. En Secret Stars, er þetta ekki á 2 stöðum, held ég. Þetta er bara 2 búðir? Já, voru það allavega. Þetta var fyrst náttúrulega bara upprunnilega ein í Red Banks, New Jersey. Og þessi búð, er þetta ekki... Þetta er svona Nexus búð, ekki? Þetta er bara Nexus og styrum, sko. Er hún stór þessi verslun? Ég held að þeir höfðu stækkað hana. Þetta var náttúrulega svo huge apparat þegar að comic book menn þetta kom út. Hvernig varst þér? Elskaði það. Og ég held að það ekki komið neitt endilega Kevin Smith eða Jason Mewes við. Þetta var bara, þetta höfði svo mikið til mín. Þetta er bara svona Pawn Stars nema fyrir nördan. Þú veist, þú kemur bara með eitthvað comic book inn og það er kannski alltaf einhver saga bak við það. Ja. Og, þú veist, ég meina, bílarnir sem eru að koma, einhver Batman bílar og... Já, þeir eru að vera að selja, þeir eru að kaupa eitthvað. Já, þetta er rauninni bara, herru, ég fann þetta getur þú sagt mér hvað ég fæ fyrir þetta. Og kannski er þetta bara eitthvað, herru, þetta eru $2. Svo er þetta bara eitthvað holy grail og þú bara, herru, skal kaupa þetta fyrir $20,000. En er það ekki rétt munum? Ég sá eitthvað af þessum þáttum. Og Walt Flanagan var í þessum þáttum, ekki? Jú, hann afgreiddi mig í búðinni. Nei! Jú! Það er svo ógeðslega töff. Já, og það var endar áður en að, það var endar... Fyrir seríuna? Nei, þess að áður en serían kom út? Já, vel áður en serían kemur út. Og Walt Flanagan afgreiddi mig og hann actually sá tattooið mín, eða hvort ég hef verið komið 1 tattoo þá. Já, ég ætla að spyrja þess út í það. Já. Fínt að nýta tíma núna í það. Já. Þú ert með eitthvað tattoo. Já, ég er með tæknilega séð 5 tattoo. Þess að ekki Kevin Smith tattoo?
Nei, sko, ég er með Secret Stash, búðina, logoðu búðinni, er ég með á kolfunum á mér, alveg risastórt. Bara, þá eru þeir og hann heldur okkur í fígur og hann Jay og hann er með, held ég, geislasverð eða eitthvað, hann Kevin Smith eða heldur okkur í comic book. Svo er ég sérst með Jay hérna úr animated series. Sérst að þú sér hérna yfir. Og uppáhaldskóti mitt í Jay and Silent Bob Strike Back er þegar hann talaði Ben Affleck og hann eitthvað, what the fuck is the internet? Og ég veist, með það skrifa á liðin á mér. What the fuck is the internet? Sko. Það er 3. Og svo er ég með Kevin Smith hérna. Bara, hendinni, já. Hérna er með Kevin Smith. Og svo hitti ég hann í hörpunni, þegar hann kemur til Íslands og er með Q&A. Og þá fæ ég hann til að árita mér hendina og ég fer sama kvöld til félaga minns og hann tattúar á neða. Þannig að fyrir neðan myndina er þetta árið hans Kevin Smith. það er insane. Og þannig að þegar þú hittir hann, já, var hann hissa eða er hann kannski bara oft búin að hitta fólk sem með tattoo? Hann var enda mjög hissa. Þetta byrjaði þannig að Ingi Þór félagi minn hringir í mig bara, herru, Kevin Smith er að koma til landsins, bara við verðum að fara. Svo líður eitthvað á og svo byrjaði hans að auglýsa í eventið og eitthvað. Og þá kommentar hann eða sendir hann sem er að flytja hann inn, sendir hann í línu eða kommentar eitthvað á eitthvað Facebook-link eða eitthvað og segir bara, herru, ég er með strákjönda sem er Jay and Silent Bob tattoo. Og hann með þess að kommenta sjálfur bara, ég skal sjá til þess að Kevin Smith mun sjá þessi tattoo. Og ég alveg, ég var náttúrulega bara smákrakki, þú veist, eins og bara, ég man alltaf eftir Q&A-inu líka við bara og það ég var svo spenntur fyrir það sem ég vissi að vera að fara að gerast eftir. Já, að fá að hitta. Já, út af við keiftum meet and greet. Það var einhverju nokkri með þess að voru meet and greet. Já, þú borgar eitthvað aðeins meira og þá fyrst að hitta hann eftir sýninguna. En þetta er svolítið furðulega meet and greet, það einhvern veginn fengu allir bara að mynda sér saman með honum, ég og eitthvað fólk sem sé aldrei hitta á æminni. Já, þú finnst ekki bara svona sólómynd með honum. Ég fekk það síðan, út af tattúanum, engin annar. Og ég fekk að hitta Jen líka. Konas? Já, Jennifer Svalbard. Hvaða árið þetta? Hvenær? Ég er náttúrulega á tímalinn. Hvenær kemur hann? Er þetta 5 ár síðan eða 10 ár síðan? Þetta hvenær kemur Red State út, hryllingsmyndir hans? 2011. Já, þetta er þá 2011. Minus 2011. Hann er svo satt nokkrum vikum áður en þetta gerist, þá er verið að sýna Red State í bíó, í Sambíónum held ég, minnir að vera í Sambíónum. Og, og eftir myndina, þá er svo satt Q&A við Kevin Smith bara ekki Skype, bara í bíósalnum. Er hann þá, var sem varpa á tjaldi? Já, þetta er dæmi í hörpunni, þetta var eftir Red State myndina. Svo einhverjum vikum, mánuðum setna förum við á hann í hörpunni, þannig að já, þetta er þá 2011. 2011? Já. Þá ert þú 21? Já. Þetta er svaka moment fyrir þig. Ég er náttúrulega ógeðslega stressaður. Ég fer upp á hannum og þá var hann búinn að heyra eitthvað af þessu að væri með tattúin hennar. Þannig ég fer og sína honum þetta og sína honum tattú á kolónum og hann var bara í sjokki. Og þetta endaði þannig að hann vildi fá sínar enga myndir, þú veist, af sér með tattúunum mínum. Já, vildi hann sjálfur það mynd? Já, auðvitað vill ég fá mína myndir, skiljur, en hann vildi líka fá myndir og þannig að hann fer eitthvað hnén og eitthvað að benda á sjálfum að sig og vildi fá að eiga það. Svo ekki nóg með það, svo einmitt held ég sami félagi minn, Ingi Þór, hann kemur til mig bara, Tryggvi, bara, Kevin Smith var að tala við í podcastinu sínu. Og ég var bara, nei, ekki bulla svona í mér, bara ekki sjens. Og þá náttúrulega, þú veist, valla við sem að hvað podcast var, eins og ég segi, þetta er náttúrulega 2011. Þetta er langt síðan. Þetta er mjög langt síðan. Þá var þetta ekki svona stórt eins og þetta er í dag. Nei. Og þá einmitt fer hann að segja bara hvað þetta hafi verið magnað og konan hans er eitthvað að tala um þetta líka, bara, great kid, eitthvað, and then I met his mom at the airport. Og þá hitt hann mömmu mín upp á flugvelli. Mamma vann upp á flugvelli þá og hann fer að tala um það líka, bara, it's a small fucking world, eitthvað. En þú ert með upptöku af þessu, ekki? Jú. Ef ég spilaði í þættinu? Já, ég loksins fann hana, ég hef búin að gera dauða leit að þessari klippu. Þú ert búin að gera mig svo spenntan fyrir þessu að ég verði að heyra að tala um þetta. Já, nema það Jen skýtur aðeins í brækurnar en það er bara að fyndið, þú heyrið það þetta smá. Spila þetta bara hérna. Spila þetta, setja bara síma við mækin. Ok.
There was a fellow, and I have no idea what his name is because the names were very mind-boggling to us. He had tons of Jay and Bob tattoos. Well, he had 3 that I know of, Jay and Bob tattoos on his wrists, and they were really well done. On one inner wrist was Jay, one inner wrist was Bob, and then on his leg, he had maybe the View Askew logo. No, one. He had me, Kevin Smith, cartoon Kevin Smith. Secret Stash on Jay, Bob. On the Jay one, it said, "What the fuck is the internet around his wrist?" He had a Secret Stash one on his leg or something like that. Yeah, lovely kid. Very nice kid. Then I met his mother at the airport. Yes, everyone in Reykjavik seem to know each other. Why, you ask? Why? There's maybe 2,000 population in the city. No. I thought this was I'm like, what, are you fucking high? 300,000 people in the country. That is correct. 200,000 of them. Oh, 200. Reykjavik. Okay, all right. I missed a 0 there. That means 100,000 and change live out in the fucking hinterland. We don't know where. Spread out across Between the rest Reykjavik of the and the airport, which is about 45 minutes away, there is nothing except for the Blue Lagoon. His mom was at the airport, and she was like, "My son was at your show. He had tattoos." I was like, "Wow, that's a small fucking world. This dude made me want to get my own tattoo." And like, Guy knew the fellow who did the engagement. Þetta geggja, sko. Og eins og hann segir að ég reynir svona þannilega að mótivitara hann til að hann ætti að fá sér Jay and Silent Bob tattoo. Eins og hann segir hann í endan. Hefur hann gert það? Nei, hann hefur ekki gert það ennþá. Ekki að mjög vitandi, en hérna, það væri gaman að segja. Þetta geggja, sko. Svo líka bara að ég hitti mömmu sem á flugvelli, þá sést vann mamma upp á flugvelli og fer og bara kynni sig og eitthvað að svona sinna hefði verið á sjóinu kvöldi áður og Hringdu hún í þig og bara eitthvað, Nei, ég fekk alltaf SMS frá henni mynda henni og Kevin Smith. Nei! Ég bara, þetta fucking cool. En myndin af þér og honum? Já. Þú vilja bara senda mér það eitthvað, mér langar að splæsa henni inn í YouTube-vídeó. Já, bara minnstamál. Þetta er svo geggjur saga. Og sína þessi tattoo. Og virkar bara mjög almennur. Sko, maður alltaf, það eru margir sem dæma mjög harkalega því að hann getur verið grimmur, sko. Já, er það? Hann virkar næs. Sko, hann virkar mjög næs, en ég er samt búin að heyra að ekki það að þetta spila svolítið inn í comedy í dag. Þú veist, þetta er eins og hann er búin að vera með uppistandin, uppistand Q&A dæmi. Er það tala um þetta Evening with Kevin Smith? Evening with Kevin Smith, Evening with Kevin Smith 2, Evening Harder. Ég sá held ég öll. Já, Evening Harder var mjög skemmtilegt, en þá er hann alveg að taka suma gæja sem er að spyrja einhverju og bara jarðar þá, sko. Bara, þú veist, ég veit að hann er að vera fyndinn, en ég held að hann fari stundum alveg svona... Yfir línuna? Já, stundum yfir línuna. Þú veist, ég veit að eða skotið á þegar þú geta skotið tilbaka, en maður sá til dæmis eins og í einu atri í Evening 2 að ég held að gaurinn hafi bara farið að hoppa fram að bergi eftir sjóið, sko. Nei, var hann svo... Ég man ekki eftir því. Já, ég sá alveg hánulega ekkert sérlega vel, sko. Og var þá Kevin Smith einum of? Já, svona, það fer eftir bara hvernig þú túlkar það. En að mínu mati, já, þetta var alveg svolítið gróft, sko. En þegar þú hittir hann? Já, ógeðslega almennilegur. Bara ekkert. Það var mjög fín. Já, konan hans var mjög feimin, hún var líka ógeðslega almennileg. Managerinn hans líka, mjög almennileg. Og það er gaman, þetta er svona hetjan þín. Já, það er bara að hetjaðinn tali þig í podcastinu sínu, bara fyrir alla til að heyra. Það er crazy. Það er klikkað, sko. Þú veist, þetta er ekki eins og að hitta eitthvað frægan eða eitthvað. Þú veist, jú, það er alltaf gaman, en þetta er náttúrulega bara störla, sko. Þetta er öðruvísi. Já. Þetta er svona, fyrir utan börni mín, þá er þetta bara my biggest achievement, sko. En núna, þú veist, komað til mín í podcast mitt, er þetta líka, munið þetta ranka hátt sér? Þetta ranka mjög hátt, nei, án gríns. Ég er mikill aðdáðandi og þú veist, eins og ég var að segja við áðan, hvað er það, Óli Bjarki, Máni, Tommi Valgers og Nanna. Þú veist, ég hef hlustað á marga þætti og ekki það, ég er ekki að fara að velja einhver favorites, margir frábærir, kíló frábær og En þú tengir eitthvað við þessi fjögur? Já, ég tengi eitthvað við þessi fjögur bara út af bara svipuðum áhugamálum, sko. Ég er þetta mjög ánægð með Andramár, Herra Keflavík. Ég mjög hann að hoppa með há-hæin í top 10. Andri kom með alls konar myndir. Hann kom með alls konar dót og ég bara, yes, ég fíla svona, sko. Ég ætla að fá hann aftur, hann var skemmtlur. Því að top 10 listi minn er stórfurðulegur, sko. Væri top 10 listi þinn stórfurðulegur? Já.
Ok, geymdu það, þú kannski kemur aftur eitthvað sem tökum Já, top 10. bara endilega, sko. Ok. Ég get fullirt það að það eru allavega 4 myndir sem þú örugglega ekki séð. Og það eitthvað svona reykja... Nei. Nei, það er ekki þannig. Stoner dót. Nei, ég ekkert fyrir, mér stoner myndir finnar, skilju, en það ekkert sérstaklega fyrir mig. Ok. En, þú veist, Jay and Silent Bob náttúrulega þannig stoner comedy, Já. en það ekki ástæðan okkur, skilju. Ok, en geymdu það. Ef þetta eitthvað svona 4 myndir sem þú heldur ég hef kannski heyrt einu sinni. Það er mjög spennandi. Ok, hann gerir Clerks. Þú fílar hana, hún fyndin, finnst hún eldustu vel. Það er alveg samanlega, mér finnst brandalega, mér finnst hún ennþá fyndin. Hún ennþá fyndin, sko. Það er kannski 5-6 ár síðan sá hana síðast. Já, ég tók eitt smá uppbytun fyrir þetta podcast og tók Clerks, tók Dogma, tók Mallrats. Því miður tók ég Reboot. Geymdu hana aðeins? Já, við býðum með hana. Býðum aðeins með hana. Ok, Mallrats. Já. Eldist hún vel? Hún eldist vel, að mínu mati, en það er líka bara út af því að hún er eiginlega bara, fyrir mér er þetta bara Strike Back, þetta er Dogma og svo Mallrats. Er það þínar 3? Já. Þú veist, Clerks, eins og segi, hún er iconic, en það er bara þessar 3 myndir fyrir mig er bara eitthvað. Þannig að þér finnst Mallrats skemmtlegri, finnari? Já, heldur en Clerks? Hún er fyndnari, já, en það er líka bara út af, þú veist, aulahumornum. Ethan Suplee að reyna að stara einhverja mynd, alla myndina. Chocolate Covered Pretzel, þetta er allt, þetta er ógeðslega fyndið. Því það er Michael Rooker. Já. Hann leikur sköldan gæða sem að getur Chocolate Covered Pretzel. Ógeðslegt tilhugsunin, en þetta var ógeðslega fyndið atriðið. Ben Affleck er náttúrulega frábær. Ekki það... Hann er svo... Ég meint svo hrós. Hann er óþólandi í þessari mynd. Já. Hann er svo mikil asni. Hann er alltaf á að vera. Já, hann á að vera náttúrulega algjör asni og hann leikur asnan mjög vel. Og eins og Kevin Smith hefur sagt margoft, hann sagði sko, hann elskar Ben Affleck það mikið að hann myndi ráða hann myndi, eins og hann orðar, I would cast him as the shark in Jaws. Já. En það slettist upp á vinskapin hefðum fyrir einhvern árum. Það var vist lygi. Er það? Já. Ég heldur væri bara búin að sættast. Það hann talar eitthvað í podcastinu og þá er þetta eitthvað svona friendly beef. Þetta var eitthvað að Kevin Smith vissi alveg að hann myndi ekki vilja koma í eitthvað, hvort það hafi verið eitthvað introduction á einhverju bíómynd sem það voru að gera. En þá vissi hann það alveg. Þannig að þeir fóru eitthvað að bandera hvern annan publicly og fólk miskildi það bara. Nú var það þannig. Já, mér skilst að það hafi verið keisi að þetta hafi ekki verið að þeir fóru bara að skjóta hvern annan en in a friendly way, sko. Að því að Ben Affleck, hann leikar hann í Mallrats. Hann er svolítið þokkar hlutverk í þeirri mynd. Já, en svo náttúrulega leikur hann í Dogma, hann leikur í Strike Back, hann leikur í Reboot. Og Chasing Amy. En svo varð hann auðvitað bara svo risa nafn. Já, en mér skilst til dæmis eins og að Kevin Smith á stóran þátt í að hann fekk Batman. Er það? Já, mér skilst að það sé stór þáttur Kevin Smith. Hvað leiti, veistu það? Bara hvort að það hafi verið að pusha að hann fengi tökku eða hvort hann hafi fengi, þú veist... Já, meinur þá eitthvað svona audition eða tækjörn til að taka þátt í? En náttúrulega, ef það er einhver sem þekkir hennar heim, þá er það þessi maður, sko. Já. Þetta er náttúrulega eitt mest í nördin á svæðinu. En pæld í því þegar hann er að taka upp, sem bara Mallrats, 95, Ben Affleck þar. Já. Hann hefði aldrei trúað því, Kevin Smith þá. Hann er svona stór. Að Ben Affleck vinur myndi leika Batman. Nei. Þetta er svo klikka. Og ekki bara það, hann hafi komið að, ég meina, hann er búin að taka þátt í comic series og ég held að hann og Walt Flanagan hafa skrifað eina Batman comic. Já, ég keypti hana, ég las hana. Já. Walt Flanagan teiknaði bókina og Smith skrifaði hana. Já, ég er endur ekki búin að, þú veist, ég er ekki búin að fara í... En það er eina sem þú átt ekki. Það er eina sem ég á ekki. Og ég á það, yes! Já, en já, það er örugglega eina sem ég á ekki. En ég er endur ekki síðustu ár verið að fara svona djúpt í allir þessu kaup, sko. Það er líka að byrja að eldast og svona. En hann er líka bara búin að gefa drasl síðustu skiptin. Ok, byrjum út það. Ok, Mallrats. Já. Hún er fyndin. Já. Það er eitt atriðinni sem ég man alltaf eftir. Og þetta er lúmsku brandari. Og mér finnst það alltaf að vera svona fyndnari því oft þessi sé myndina. Ok. Og ég held mér sem er ekki þótt að sé svaklega fyndin í sá hana fyrst. Það var svona lúmsku brandari. Já.
þeir eru í þessu game show dóti. Já. Það verður að taka það upp. Þetta er svona dating game. Já. Það verður að taka það upp. Djúpalögin eitthvað. Já, einmitt, svona djúpalögin. Í þessu molli. Og heitir hann ekki Brian O'Halloran sem leikur Dante í Clerks. Hann leikur lítið hlutverk. Já. Hann er einn af... Þetta þáttakandurum. Hann er ekki, ég maður rétt, hann er ekki við skeggi. Nei, mér minnir hann að það verið með eitthvað sítt hár, eitthvað sleikt aftur á bak. Hann var pínu svona eitthvað perragaur. Já, það var... Og það er verið að tala um eitthvað sögu og þú leiðir þetta með þetta ránttímaðin, mér minnir hann hafi sagt þetta og það er verið að tala um eitthvað sögu hvort þessi eitthvað gaur geti, hann var að totta eitthvað með eitthvað flugvél eða eitthvað og svo flugvélina hrapa þetta er eitthvað svona svaka saga og hann verður svona vestið í sögunni þessi karakter sem að Brian O'Halloran leikur hann segir eitthvað, well, did he come? Hann segir þetta og það er svo fyndið hvernig hann segir, veistu, mannst þetta er setninga. Þetta er gegn. Bara að því oftast í horfnum og Mallrats, mér finnst þetta alltaf svo fyndið. Já. Að því hann er svo investið í sögunni. Það er alveg djúpt sokkið bara. Já, ég verð að vita, fjekka það. Fálegt atriði, en samt fyndið. Já, þetta er svolítið bara það hann gerir. Hann tekur eitthvað fáralegt og gerir það skemmtilegt. Já. Bara svona eins og ég segi, og svo líka ég myndi eitthvað svona silent brandarar og hérna, sem ég finnst það bara, hann er bara master í sín eigin krafti, sko. Hann gerir sérst Mallrats og hún er svo sem stílinn á henni, þá er ég að tala um svona grínstílinn, er ekkert ólíkur Clerks. Alls ekki. En svo gerir hann, eftir Mallrats, þá gerir hann Chasing Amy. Hún var aðeins öðruvísi. Hún var mjög öðruvísi. Dramatískari. Já. Hvernig fannst hún hefnast? Sko, þetta er fín mynd. Og hún er ekki rankuð ofalega hjá mér, en þetta er frábær mynd, þannig laga. En það er líka út af því ég náttúrulega er mest að leita í þetta J.M. Bob dæmi, sko. Já, og svona fíblalætin og grínið. Já, mér vantar fíblalætin, grínið og allt þetta dæmi, sko. Svarta, ógeðsla húmor, sko. Ég er mikið þar. Og jú, mikill húmor í þessari mynd. Hún er mjög fyndin, Ben Affleck er æðislegur, geggjaður í þessari mynd, en það er einhvað sem já, mér vantar fíblalætin. En aftur á móti, hún gerði líka svakalega hluti. Ástæðan okkur, ég held að hún hefði verið svona stór, er það fréttist út að Tarantino segir þessi besta mynd sem kom 97. Sagði það á þeim tíma? Hann segir það á þeim tíma og ég held að það er nefnilega tekið svolítið mikið áhorf mynd. Tarantino, og náttúrulega var huge þarna, Tarantino segir að Chasing Amy sé besta mynd sem kom úr 97 og það voru náttúrulega hellinga myndum sem kom úr 97 þó nokkuð góðar, en hann segir bara Chasing Amy. Það held ég að það haldi boltana svolítið rúllandi hjá hann, sko. En það var eitt sem, að því að mér varst Chasing Amy, ég er alveg sammála, ég maður þegar ég sá hana. Þetta var svolítið viðbreið, hún var ekki svona eins mikil grínmynd. Jú, ég alveg eitt fyndi í henni. En það sem að, mér varst alltaf svona pínu skrítið við þessum mynd. Það er, að því hún er lesbía. Já. Að, eins og, ef þú ert samkynhneigður, þú getur ekkert breytt í. Nei, þú ert ekkert að fara að snúa honum. Nei, ég er að segja það. Þetta er í rauninni bara straight kallmaður sem verður ástfangin í lesbíu og reynir að snúa henni. Já. Og svona smá nærði. Já, semi-nærði og hérna... Sem er pínsteikt. Nei, þetta er mjög steikt, en mér finnst þetta alveg skemmtileg saga, skilur, en kannski getur allt gerst í þessum heimi. Já. Þú gæti kannski alveg gert þetta, skilur, en ég man, mér fannst þetta svona pínu skrítið. Já, plott er frekar steikt. Já. En hann gerir þetta bara svo vel. Ég held líka bara að ég verði eiginlega svolítið sammála honum. Ég elska Ben Affleck í öllu. Ég fíla Ben Affleck í öllu. Já, bara með, jú, hann hefur gert hinn á þessa slæmi mynd. Gleymi því bara. En ég meina, þetta er samt æðislegur leikari, sko. Og frábær leikstjóri. Já, frábær leikstjóri. Það er einmitt, sko, ég hef 3 sinnum farið með pappa minnum í bíó, eina var á The Town. Geggjum mig. Frábær mynd, sko. Þetta er líka eina myndin sem hann er ekki sofnað í bíó. Ángrín, sko. The Town? Já, pappa minn horfður ekki að bíómyndi, sko. Hann er örgulega bara, það er bara síðasta myndin bara sem hann horfði á, held ég, sko. Ok, þannig að The Town er eina mynd sem við farum með pappa hann á í bíó sem hann sofnaði ekki. Já, og ég held að ég fer 3 sinnum með pappa í bíó, sko. Og ég held að
ég fór með hann á The Town, fór með hann á Two Towers, hann sofnaði. Ég man ekki hvað var undan því, og svo man ég eitthvað að hann fór eitthvað með mömmu í bíó og á Independence Day, hann sofnaði. Ok, hann ekki mikil bíómynd? Nei, hann bara horfður ekki bíómyndir, sko. Hann bara horfður ekkert á bíómyndir? Svo ég myndi ekki svona reyna að þykja að segja hann einhver Kevin Smith sko. En heldur hann eitthvað að horfa á þennan þátt? Það gott. Þú segir hann verða að gera það? Já, hann pottið gera það, sko. Þetta náttúrulega bara spennandi, sko. Var ekki líka eitthvað atriði í Chasing Amy sem að, mér hefðist líka pínu síðu, það var, segir ekki Jason Lee, að hann leikur, hvað hét hann? Hét hann Banksy? Nei, hvað hét karakterinn í mannstu? Það var ekki eitthvað svona comic book teiknari? Nei, þeir voru að vinna saman. Jason Lee var besti vinur og spennandi. Já, ég er að muna. Segja hann ekki einu atriði eitthvað, herru, ég held sér best bara að við svoum öll saman. Þessi, ég bara mann það. Nei, ok, við minni það. Já, þetta er mitt, sko, þetta er eiginlega ein af þessum myndum sem ég mitt tók ekki upp svona... Þú ert ekkert að poppa henni í tægi? Nei, svona... Kannski á 10 ára fresti? Já, meira svona þar, sko. Ég horf á Dogma og Strike Back örugglega svona 4 sinnum ári. Og hann gerir Dogma sín eftir Chasing Amy? Já. Og hún er hvað, 99? Já. Það er eitt mynd sem ég þarf að sjá aftur. Mér fannst hún hrikalega skemmtileg. Þetta er æðisleg mynd, sko. En hann alltaf gerði allt fucking vitlaust með henni. Já, út af trúardóttinu. En myndir ekki samt... Já, þú segir þetta er besta myndir hans. Ég ætla að segja... Ég held að mér finnst persónulega þetta að vera besta sagan. Já, mér finnst þetta besta sagan, besta myndin, hands down, sko. En uppáhaldsmyndi mín, Strike Back, en Dogma er eitthvað annað, sko. Svo náttúrulega líka þarna ertu, sko, með Chris Rock, þarna ertu með Selma Hayek, þarna ertu með Alan Rickman. Og... Það er mitt Alan Rickman. Var ekki Alanis Morissette sérlega Guð? Nei. Jú, hún var Guð. Svo náttúrulega ertu með Matt Damon, hún er með Ben Affleck, og þetta er geggja line-up, sko. George Carlin. Bara... Ógeðslega fyndið, bara með Alanis Morissette, hún leikur Guð. Þegar ég hugsa Guð, eins og ég bíómyndum, það eru bara 2 sem kom til greina mér. Morgan Freeman og Alanis Morissette. Já, það er tala. Mér finnst þau 2, þegar ég hugsa þau, ég bara, já, þetta make a sense. Guð gæti verið svona. Morgan Freeman er náttúrulega bara... Ég held, hands down, þá held ég að það sé bara... Númer 1. Númer 1. Það er eitthvað leikurum og... Já, Alanis Morissette, það er eitthvað við það mitt að mér var svo eftirminnilegt að hún hafi leikið Guð. Já, það er svakalegt, sko. Já. Og líka bara þessi mynd er svo furðulega og svo góðan hátt. Og með þetta Matt Damon og Ben Affleck, þeir eru einhverju englar, þeir eru að skjóta fólk. Já. Og svo skora hann vængina og þú veist, þeir að keyra hana til New Jersey því að Jay vildi bara sofa hjá henni og... Það er alltaf, þetta er geggjum. Var ekki eitthvað aðrýna, svolítið síni Dogma? Það er einn mynd sem ég verðilega... Já, ég langar að sjá hann aftur. Var ekki eitthvað aðrýna þar sem þeir fara inn á okkur board meeting? Jú, á Movies. Já, á Movies. Var ekki Affleck og Damon sem fara? Já. Var ekki svolítið svona, ég man ekki alveg út hvernig fóru á þanga? Ég man ekki nákvæmlega ástæðan af hverju þeir fara á þanga, en þeir fara þarna og taka sér alla membarna á board meeting og fara að uppljóstra einhver leyndamálum. Þeir náttúrulega bara vita allt þetta lið og að þessi hafi látið einhvern mann halda fram með konunu sinni bara svo hann geti hægt með henni og var að uppljóstra einhver svona leyndamálum. Skutur ekki alltaf görna? Eða allt fólk kemur? Skutur allan með einn, en það var alveg út á hún var saklaus. Já. Og þeir fara henni bara, já, þú hefur ekki gert neitt rátt. Alveg rétt, það var einn sem slag. Þannig að hún var annað eitthvað sjokkur ykkur blóðpalli og myrða allir kringu sig. En var ekki líka bara nokkuð blóðuð smið? Jú, frekar sko. Sérstaklega fyrir Kevin Smith mynd? Jú, en svo náttúrulega líka, reyndar það er eitt sem ég bara þoli ekki af þessa mynd. Og hvað er það? Það er lítill en samt stór partur. Það er þetta rubber poop monster, sko. Já, það kemur eitthvað kúkaskrímsli upp úr klósitinu og já, það er... Finnst það ofkjánlegt? Mér finnst það of kjánalegt með hvernig myndi var að þróast. Þú ert með Loki, skilir og þú ert með, þannig að Matt Damon er Loki og þú ert bara með svo gott plott, svo kemur eitthvað kúkaskrímsli. En hann má eiga það samt, Kevin Smith, ef ég mann rétt. Var hann ekki með ágætis útskýringu á þessu skrímsli, hvaðan það kom? Var þetta ekki þannig að þeir sem voru crossfestir
mistu hægðir. Það gæti verið, sko. Og úr því varð skrýmst, þetta var eitthvað svo, þetta fáránlegt. En ég man ekki sem að vera, þetta alltaf pæling. En svo, já, algjörlega, sko. En einhvern veginn leta hann að virka. Ég meina, svo líka bara eins og með Kevin Smith, hann með svo mikið cult following. Já. Þú veist, ef þú fíla Kevin Smith, þá elskar Kevin Smith. Það oftast hann. Já, hann með mjög tryggan aðdándahóp. Já, mjög, sko. Og ég klárlega einn af þeim. Líka Tryggvi. Já, en hann með mikið svona cult following. Þannig að henda inn eitthvað rubber poop monster, hún með drullu sama, sko. Hann líka oft sagt það sjálfur, bara ef mér vantar peningi, ég bara skrifa eitthvað hvað James L. Bob gera næst. Og þá bara ka-ching, hann hefur sagt þetta sjálfur. Hann mun nota J.M. Bob, þannig að þetta er döður, sem hann gerði næstu í þar. Já, koma aðeins að því eftir. Já. Ok, Dogma. Já, ég hugsi saman að það sé svona besta myndin hans. Áhugast að saga hann, hann líka, mér fannst það að vera að reyna eitthvað þá. Hann var svona, ég ætla hann að gera eitthvað, ég ætla hann að segja eitthvað, ég ætla hann að hafa eitthvað svona innihald, en ekki bara brandara. Já, en hann gerði alltaf vittlist með þessari mynd, sko. Og hvað var aðalamál? Ég man að það var eitthvað svona Jesús stytta. Já, Body Christ. Body Christ. En það sem hann gerði alltaf vittlist með var bara, þú veist, boðskapurinn, sko. Bara myndin bara in general, sko. Og svo fannst mér svo ógeðslega fyndið að í það voru mótmæli. Það var bara harðlega mótmælt myndinni. Þess að 99. Já, bara fyrir utan bíó var bara mótmæli. Og það voru einhver fylki í Bandaríkjunum sem myndi var bara ekki sýnd, sko. Og einhver lönd held ég líka, sem sýndi ekki myndina. Bara út af... Trúarlega ástæði. Já. Og svo finnst mér ógeðslega fyndið og ég hef séð þetta sjálfur, að hann mætir sjálfur í sín eigin mótmæli og að mótmæla. Og finnst það bara ógeðslega fyndið. Hann mætir hana og hann með eitthvað dog my dog shit skilti. Nei. Hann mætir á mótmæli með sín eigin mynd, bara fokka í öllum, ég veit alltaf enginn hver þetta er. Svo kemur mitt í fréttanum eitthvað, Kevin Smith, protester. Nei. Ekki á viðtal við hann í ykkur. Jú. Nei. Það kom bara í fréttanum, bara Kevin Smith, protester. Vistir alltaf enginn hver það var. Það er þetta nokkuð gott. Að mótmæla sín eigin bíómynd. En hvað feistur þú það, einmitt, eins og þegar þessi mynd kemur út? Og það er einmitt, kannski eitthvað umdeilt í henni. Hvað finnst þér það að fólk hafa að mótmæla og banna sýnana? Hann er alltaf erfitt fyrir mig að tengja við þetta því að hún alltaf kemur út þegar ég er 9 ára. Þannig að... En ég er bara að tala þegar þú sérði hana síðan myndina, annars svona hvernig það var. Já. Og svo greinlega ertu búin að fræða sjálfa þetta og lærðir þetta. Sko, daginn í dag myndi ég hugsa öðru sig, en náttúrulega þegar ég horfa á hana, segjum ég sé 15-16 ára, þá náttúrulega er ég aldrei að spá í þessu, sko. Ég sé bara ég sé alltaf bara Ben Affleck og Matt Damon engla og þeir eru bara að drepa fólk og svo fara þær að dansa og syngja. Maður er bara ógeðslega fyndið. Og þannig að ég var ekkert að tengja við trúin á bak við þetta. Fyrir mér var þetta bara húmor og aksjón, sko. En síðan meira setna þá alltaf veist af þessu og fyrir kannski horfa hana þessu öðruvísi. Skilur fólki sem mótmældi? Nei. Því að eins og ég segi, fyrir mér er þetta bara, þú veist, mér finnst þetta bara sama með tónlist í dag. Skilur, þú átt að geta sagt allt. Já, þú trúir á 100% tjáningafrelsi. Þetta er 100% tjáningafrelsi. Ég er sammálaður. Bara 100%. Slökum bara aðeins á. Já, þetta er fucking bíómynd. Já, þú veist, vera að drulli yfir allt og alla út af, þú veist, einhverjum lögum og textabrotum og svo einhverjum atriðum með myndum. Jú, ég skil að það er hellingur í dag sem hefur náttúrulega komið upp á yfirborðið sem er náttúrulega bara viðbjöður. Tökur náttúrulega, þú veist, Weinstein Company sem náttúrulega Kevin Smith vann hjá og helling sem fór upp á yfirborðið, en ég ætla ekki að hætta að horfa Klaus 2 því að Weinstein Company gaf hann út. Nei, en eins og með það sem Weinstein gerði, það er raunverulegt, það er alvöru. Já. Og það er glæpur. Já. Og bara ógeðsett í alla staði og hann er í dag bara í fangelsi og ég ætla bara að vona það og degi þar bara. Og það sem hann gerði ógeðsett, allt það. En þegar þú gerir eitthvað í bíómynd, þetta er svo Dogma er skáldverk. Já. Og þó hann sé kannski að pota í einhverja trú eða einhverja personur eða eitthvað. Algjörlega. Má ekki alveg gera grín að kristnu fólki eða Guði. Það hlýtur bara að vera. Að því að Guði til. Ég er alveg viss að hún finnst það fyndið. Já.
og eins og þarna Guði til og hún kvenmaður mér finnst það geggjað ég meina það er bara nokkuð svona progressive svona með tíman hann bara, kona mér finnst það geggjað mér fannst það cool mér finnst það alveg cool eitthvað, and she's a she mér finnst það magnar það kemur í ljós bara alveg í lokin ég held að þau tísi það alltaf eitthvað, þú sérð hann ekki fyrir inn í lokin nei veit, þú sérð hann ekki fyrir inn í lokin en þau tala Guð sem hana í myndinni, var ekki Alan Rickman einhver engill? Jú hann var skemmtilegur sem hann var mjög skemmtilegur sérstaklega þegar hann tekur niður þessu buxurnar og hann tippalist það var það svona mím sko út að hann var ekki með tippi veitu hvernig var það? Fengum við að sjá það? Já, það svo að hann að reyna að sanna fyrir hann held ég að reyna að sanna fyrir en að hann sé engill Já og var hann sem bara svona svo kenduga Já og með vængina sína og þetta var enda mjög fyndið atriði sko bara hálfpartinn kynlaus einhvern veginn ég vil að sjá hann aftur Já, þetta æðisleg mynd sko en það svo magna með hana það frekar langt sín sá hana samt man ég svona nokkur karakterum og svona momentum hún eftirminnileg Já Dogma Jason Lee náttúrulega henni líka Býtu, var hann ekki djöfull? Jú Hvítin jakkavættum með hatt Já, eins og svona tekur hann af sér þá kom einhver lítil hotn Já, lítil hotn Var hann ekki með eitthvað hokki djöfla eða eitthvað stráka með sér? Segum að stallu eftir þessari Já, það er bara svo að horta á hann í síðustu Já, en þú veist, það er örgulega meira en 10 ár sín saman Já, hún eins og ég segi, þetta til dæmis líka eins og með þetta, eins og með Dogma hún svo memorable Þú manst svo rosalega mikið Ég hefði viljað fá það er kannski auðvitað mig að segja þetta sitt hérna bara eitthvað, ég hefði viljað Dogma 2 Ekki þetta Dogma 2, ég hef viljað sjá Kevin Smith gera fleiri svona myndir, ekki endilega þetta efni. Já. Það sem ég fannst hann hann var að reyna og mér fannst hann bara takast nokkuð vel og mér fannst þess að hann var að fara þessu út fyrir svona comfort zone. Já, pottitt sko, en ég held bara líka bakslæði sem var að þessari mynd, náttúrulega bara öll sem mótmál og eitthvað, að hann ég held að hann ekki alveg þora að fara í þennan pakka aftur. Já, þú meina það, þetta er kannski haft meira áhrif á hann en mann grunn. Já, ég held það, og svo líka hann talar einhvern veginn potentially gera Dogma 2. Já, hann hefur talað það. Sko, það var held ég bara þegar Dogma kemur út. Svo lagði hann það alveg á hillina. Bara vildi ekki snerta þetta, hann vildi ekki gera svona trúaða mynd aftur. Svona, einhvað með trúabröðum og eitthvað. Sem er svona eldfinn. Og svo það sem sko Henderson í hilluna og verður aldrei tekið niður er það að Harvey Weinstein hann pitsar að gera Dogma 2. Viku seinna skandalinn komin upp. Hann fylltist á svo miklu viðbjóði að hann vill ekki sjá þetta. Nei. Þannig að það er ekkert það langt síðan. Það er ekkert svo langt síðan. Að Dogma 2 var svona mögulegt verkefni. Hann sem talaði það að Harvey Weinstein hafi komið til hans og pitsa Dogma 2, segja bara, herru, við erum með það með Dogma hérna og hún gerir fína hluti og hérna. Og svo viku seinna þá var Kevin Smith að tala opinberlega að bara hvað hann fylltist að viðbjóði út af þeir voru náttúrulega félagar sko. Heldur að Smith að veita af þessu? Nei. Þú heldur ekki? Ég held ekki sko, hann er bara klár og vitlaus á sama tíma að ég held hann sé ekki þarna stór, skilurðu. Hann er bara sín eigin nördi í sínu hotni. Ég held hann sé ekki einn af þessum svona, jú hann er stór, en hann er ekki einn af þessum gaurum. Heldur að Tarantino að vita þetta? Ég hugsa að hann geti vita þetta. Af því þeir voru mjög tætt. Já, mjög tætt og ég meina, þú veist, þessu Kevin Smith, hann er að drekka til dæmis eiginlega ekki. Þú veist, hann er bara, og þú veist, hann er ekki þessi jam-típa. Hann er ekki kannski öllum þessum Hollywood-partí. Nei, 100% ekki. 100% ekki. Já, ég skil þig. En, þú veist, Tarantino, ég meina, ég man eftir þegar Tarantino er á Conan O'Brien og hann tala jam á Íslandi. Heldur sé það klippu? Já, ég held það. Þetta er alltaf mörg á síðan. Já. Hann er að tala hvernig jammið á Íslandi og hvað stelpunar eru vildar og eitthvað og bara einhverjar supermodel hafa verið að faceplanta út af og druknar og eitthvað. Svo var hann að tala til dæmis eins og Opal. Að Opal væri bara meðst viðbjóður sem hann hefur sett upp í sig og hann hefði beðið jægamestir til að skóla niður bræðinu. Jó, mér rámar eitthvað í þetta. Já. Og hann hefði mætt á okkur klubb og bara Björk var hann og... Alveg rétt. Hann er verið mitt vildari eldur en Kevin Smith. Pottið, sko. Ég held að Tarantino sé kekk, surglaður, sko.
Já, kókain alltaf. Já, 100% sko. Hann virkar alveg svoleiðis típa. Já, Kevin Smith hefur alltaf verið opinber með það að smóka sko. Þó ég held að hann, ég ætla ekki að fullera hann gerir það ennþá í dag, en hann var alltaf bara... Þegar þú nefnir það, ég held, mér finnst eins og, þegar kom síðast í Joe Rogan. Já. Joe Rogan líka mjög þægt fyrir það að reykja og ekkert feim með það. Mér finnst eins og Kevin Smith hafi ekki tekið þátt í því með hann. Að því Joe Rogan reykist um í podcastunum? Já, það geti verið sko. Ég man hann sko, hann fór getur húsi nema að reykja, hann reykti bara í morgum að hann Kevin Smith, back in the days. Já, þetta var svolítið mikið. Og svo, en ég held að eftir hjartafallið að það... Hann breyttist. Já, hann breytti bara öllu. Hans viðhorf gagnvart ýmsu breyttist. Já. Ok, tölum aðeins það eftir. Já. Dogma, svo kemur uppáhaldsmyndin þín, 2 ára seinna. Já. Þannig að hann hefur kannski farið, eins og þú ert að tala um, hann fekk svolítið backlash út af þessar mynd, þessar Dogma, mótmæli og eitthvað svona vesen. Hann hefur svolítið bakkað í eitthvað sem hann þekkti vel. Já. Svolítið svona, myndur segja það, hann er kannski svolítið bakka aftur í comfort zone-ið, gerir Jay and Silent Bob mynd. Já. Og með öllum þessum cameóm og svona. Cameón alltaf voru geggið. Þarna ertu með, og líka það að cameón er að spila inn á svo marga. Þarna ertu með, Will Ferrell, hann er alltaf mjög stóran á tíma. Vá, já, hann leikur var ekki lögga. Alveg rétt. Will Ferrell er inni og svo náttúrulega svo náttúrulega uppáhaldskonan á þeim tíma hjá öllum 16 ára gröðum einstaklingum Shannon Elizabeth úr American Pie. Allir þekktu hann. Já, það vita náttúrulega allir hvernig er. Hún kemur þarna og þau að vera eitthvað demanta þjófar og einhverju svona sexy leðurgöllum. Já, verður síðan ég myndi til því. Já, verður síðan ástfangin að Jason Mewes eitthvað, hann alltaf er inn og svo hjá henni og... En þar líka, ég maður andrið, þar kynnist það konur sinni, hann kemur smið. Er það ekki? Nei. Ég held að það sé... Kynnastu ekki í... Nei, það er way before, sko. Aha. Já, Hvem myndi hann að kynstinni þar? Ég held að hann sé, sko... Er hann ekki í Jay and Silent Bob? Strike Back? Jú. En sko, krakkina sé líka í Jay and Silent Bob Strike Back, sko. Hann er dóttir hans? Já. Sem heitir... Harley Quinn. Sem er sko harðasta og flottasta nafn á mannvöru sem ég heyrt, sko. Já. Hann er það með einhvern nörd að hann skýði krakka sinn Harley Quinn. Mér minnir líka að hann svona börn með svona nördanöfn. Harley Quinn er bara geggjunafn. Og það er einmitt auðvitað eftir fyrir þá sem er hlust að veitir allir eftir auðvitað Harley Quinn kartinum. Mér minnir að sonur hans Nicolas Cage, hann er líka nörd, heitir Kal-El. Já, passar. En svo eins og með Harley Quinn, hann Er hún í... Ég verð bara að googla það. Er hún í Jay and Silent Bob? En að segja hvað hún leikur í Jay and Silent Bob. Manstu eftir atriðinu, rappið, Jay's Rap. Nei. Þegar þeir byrja fuck. Þegar lagið byrjar í byrjunni. Já. Hún er hann þegar hann var krakki. Er Silent Bob. Þú sér að þau byrja sem lítil börn og stækka. Já. Hún er í rauninni pabbi sinn. Fyndið. Ég held alltaf einhvern veginn að hann er í kynstinni við germyndunar. Nei. Þannig að þegar hann bara elskar konu sín og sett hann í hana. Ok. Þannig að hún er hann með, hvað heitir hún, Ali Larter fyrir ekki. Og Eliza Dushku. Eliza Dushku, Shannon Elizabeth og svo Jen Solbach. Þetta er fullt af nöfnum. Já, svo kemur Sean William Scott, Mark Hamill, Jason Biggs. Þetta er hellinga nöfnum. Svo náttúrulega Wes Craven. Shit, ég var bara að fara aðeins yfir nöfnin. Þetta er svakalt. Þetta er svakalegu listi, sko. En svo finnst mér líka svo fyndi bara út að við rættum með mitt Scream 3 á hann. Já. Að þeir náttúrulega koma með cameo, hún kemur úr 2000. Já. Eða 2001. 2000. Ég þessi 2000. Já. Þannig að, og þar koma Jay and Silent Bob sem cameo. Sem Jay and Silent Bob. Þú veist, það er ekki það, þetta er Jason Mewes og Kevin Smith, þetta er Jay og Silent Bob. Já. Árið seinna kemur út Jay and Silent Bob Strike Back. Svo í myndinni, þá detta þeir inn á set þegar að vera að taka upp Scream 3. Fuck, já. Þar er hann að Ghostface og apinn enda sér með grímuna og Wes Craven er hann eitthvað að telja peninga eitthvað. Alveg rétt. Þetta var það mikið tengt. Já, út af þetta er náttúrulega bara
hvað var þetta ekki bæði Dimension myndir eitthvað? Jú, Dimension, já, Miramax. Dimension var undir Miramax, minnum ég. Já. Fyndi, ég var búin að glemma þessu. Já, þannig að þetta svolítið að leiðast í hendur, sko. Þetta var ábygglega bara svona self-promoting dæmi, sko. Finnst þér hún fyndnust? Jay Silent Bob Strike Back? Sko, af Jay and Bob quote-unquote myndunum. En ég elska Second Mirror myndina. Mér finnst hún ógeðslega fyndin. Hún var ekki vinsæl, en mér finnst hún fyndin. Mér finnst það vanmetnast myndinas. Já, ég er sammála. Mér fannst hún mjög vanmetin, en hún fekk bara ekki svo mikið publicity, sko. Nei, en það er líka myndin alltaf heitir. Förum í hana eftir smástund. Já. Ég fórum aðeins að því hún var aðeins. Já, fórum aðeins fram á okkur. Já, aðeins. Ok, Jay and Silent Bob upphásmyndi. Já. Sérst Jay and Silent Bob Strike Back. Já. Svo gerir hann, ég bara meður fram henni, ég var búin að gleyma. Hann gerir Jersey Girl. Já. Ég sá hann aldrei. Ekki? Nei, hún fekk alveg hræðileg. Já, þú þarft ekki að vera að sjá hana, sko. Þú veist, þetta er ekki eins hræðileg mynd og fólk heldur, en þetta er hræðileg Kevin Smith mynd. Er hann að reyna að vera of-sætur? Hefur of svona... Já, hann var aðeins svo mikið að reyna að snerta á þetta touchy-feely dæmi, sko. Einhver svona romantíska... Einhver svona væmidót. Já, þetta var ekki alveg, þetta var way out of his comfort zone og það sást. Þannig að þetta er ekki hræðileg mynd, en þetta er hræðileg Kevin Smith mynd. Þannig að ef þú myndir ekki vita hann hefði gert hana, sem myndir að horfa á Jersey Girl, heldur að finnst þú skárri? Eða svona... Já, örugglega, ég myndi horfa á hann öðru þessi, 100%. En vitandi það að Kevin Smith gerir þetta, þú veist, maður sem gerir Dogma og þú veist, Mallrats, þá er ég bara Clerks, þú veist, ég er bara... En er húmorn hans í þessar myndsamt? Eða ef ég myndi að horfa á hann? Þetta leynist alltaf einhvað. Já, kannski eitt og eina lína. En þú veist, myndin bara var það mikið disappointment að ég held ég sé búin að sjá hana kannski 2 sar. Ég held ég sé bara búin að horfa hana 2 sar og það var held ég ástæðan hverju horfa hana aftur var held ég bara til að reyna að muna var hún svona ömuleg. Já, ég skilji. Það er mest áhört, nú er að skoða bara IMDb síðuna hans. Já. Ég myndi ekki alveg rauðan á sig. Jersey Girl 2004. Svo kemur Clerks 2. Já, 2006. Já, þannig að það er eins og hann reynir, hann bara eitthvað, ég ætla að gera svona mynd. Það er Jersey Girl. Svo floppar hún. Það er nefnilega máli, hann getur alltaf þegar hann dettur niður, þá getur hann alltaf lent á sínum eigin karakterum. Já, þá dettur hann virðist þá svolítið gætna á þetta, þá dettur hann aftur í, svo gerir hann Clerks 2. Já. Hvernig varst hún? Ég elska Clerks 2. Finnst þú betra en fyrsta? Sko, hún alltaf, hún höfða meira til mín bara út af því að hún kemur út, þú veist, þetta er fyrsta myndin sem ég fer með Kevin Smith á í bíó. Já, einmitt. Skilur, þannig að hún alltaf, og eins og ég segi, hún alltaf kemur út 94, þú veist, ég er 4 ára, auðvitað höfður hún meira til mín. Og mér finnst Elias, hvað sem hann heitir, mér finnst það magnaður karakter, sko. Já, ungi strákar sem vinnur. Lord of the Rings nördin eitthvað, one ring to rule them all. En það var nú svo gaman, þegar hún getur 2006. Já. Þá var alltaf Lord of the Rings myndin að komna. Já. Það er ekkert komnar þegar hann er að gera þessi gamlu myndir. Þannig að við gætum fengið að sjá svona Kevin Smith að gera grín af þeim. Svo líka bara hvaða maður sleppur með það að koma með donkey show inn í myndina sína, skilur við. Já. Þetta er sjúkt dæmi, en þetta er bara, en þú hugsa bara, þú veist, þetta er bara Kevin Smith, skilur við. Já. Þú veist, maðurinn kemst upp með það að henda í ykkur donkey show inn í Clerks, Rubber Poop Monster í Dogma, konu að sofa hjá dauðum manni í Clerks innan hann að þau eru skilju, þetta er svo sjúkt dæmi en þetta er einhvern veginn bara partur af púslina, sko. Svo er líka eitt annað í Clerks 2 þegar er ekki Rosario Dawson að tala um ass to mouth. Jú, það er líka alveg það er ógeðslega fyndið. Eitthvað, you never go ass to mouth. En segir hún ekki síðan eitthvað, that special somebody. Já, hún segir síðan í innrúmi við Brian O'Halloran að eitthvað once in a while. Svo líka bara þegar hann er eitthvað að öskra á Randall og hann er bara með blað og kúka inn á Mubi sem er náttúrulega bara, þú veist, keðja sem að hann bjóð til, hans Kevin Smith. Og mér langar svo að fara að hana. Byrju, er þetta til? Þetta, sko, ég man að þeir gerði eitthvað pop-up með Mubis, en ég held að þetta sé orðið staður í dag, einn í Hollywood. Sem veitingastæð? Já, sem veitingastæð. Þú getur farið og fengið bara Mubi McMuffin og eitthvað, og Cow Tipper, eins og hann kallar það. Nei, ég veist það ekki. Svo til dæmis eins og vorum að ræða, já, Mubis Happy Meal heima hjá mér. Þá er ég að tala um, já, þú veist, það er bara úr Clerks 2 myndinni. Þá er þetta svo bara glas
og og boxið, bara Happy Meal boxið, name tags og eitthvað. Þetta bara... Það þetta geggja. Já, ég á eina af þessum frægu hockeytreyjum sem hann á. Aldrei, ekki það, ég tek það fram að þegar ég kefti þetta, ég eitthvað, næs maður, 2XL, tekið það og fattaði ekki að það hætti 2XL í hockeytreyju og þá væntalega á þetta að vera með sko öllu equipmentinu á, þannig að þetta var náttúrulega bara svo kjóll á mér. Þetta er alveg rísa, sko. Þetta er rísa, sko. Ég held fyrst að ég væri bara að kaupa replika ból. Já. Það var ekki keisið, sko. Eins og þú segir, þeir náttúrulega eru með alls bara drasl. Já. Þetta verður að starra en vennilega. Já, algjörlega, sko. Nei, svo líka bara, það sem ég bara, allt sem kom á þessu heimasíðu, ég ekki bara keypti það, sko. Clerks 2, ef ég maður rétt, það var smá vesen fyrir Kevin Smith. Þú leirði mig ef þetta eitthvað kjaftaði. Þú er Kevin Smith nördin. Jeff Anderson, sem leikur Randall, hann var ekkert alveg til í þetta fyrst. Ég held að hann hef alltaf vilja bara lifa á, ekki lifa á, hann ætla bara að leta að fá hann sjúka peninga fyrir Clerks, en ég held að upprunlega ánum að ég fundist það bara gott. Já, því að hann er ekkert svaka leik, hann er ekkert leikið mikið. Nei, og ég held að hann sé ekki á samfélagsmiðlum eða neitt. Nei, ég held að þetta sé bara svolítið svona, ég held að alveg þurft að samfara hann, en finna við að með Clerks 2 var bara upprunlega gerð fyrir Jason Mewes. Til þess að gefa hann láta pening? Nei, svo hann er edrú. Já, meinur að... Hann var í það miklu rugli að hann segir bara, herri, við gerum Clerks 2 eða voru edrú. Og þú sér líka á honum í Clerks 2, hann lítur ekki vel út. En var hann ekki orðsandi hóraður? Jú, og bara, þú sást bara hvernig... Svo lifaði framan einhvern veginn. Þetta var, hann leit ekki vel út, sko. Það var eiginlega bara eins og hann var líka bara í heroinni. Þú veist, hann var bara krakkfíkil, sko. Já, hann fór langt niður. Já, og líka hann endaði líka, sko, að búa heima að Kevin Smith. Út af því hún var bara ekki treystandi einn í sín megin heimi, sko. Hann bjó hjá Kevin Smith og Clerks 2 var náttúrulega bara gerð fyrir hann til að fá hann til að vera edrú. Þannig að hann hefur verið upp á sitt svona versta á þessum tíma. Já, alltaf sé ekki krigum 2004 til 2006 bara í þvílíkri neyslu. Ég held að þetta sé svolítið erfitt fyrir Jersey Boy, skiljur, sem var kannski smá rugglit allir fyrst, að vera allt í nú frægur og fá nú peningum og... Já, maður ekki með tímið sér það. Já. Hann var bara greinlega ekkert að ráða almennilega við. Nei, ég held að hann aldrei ráði við þetta, sko. Já, þannig að Clerks 2 er svolítið svona fyrir hann. Já, hann hefur sagt hann hefur alltaf sagt bara Clerks 2 hefði ekki verið til eða ekki verið við Jason Mewes. Þetta var bara... Og jafnvel, ef að Jason Mewes hefði verið alveg edru og clean, þá kannski hann ekki gert það. Hugsanlega hefði hann kannski verið með skriptið eða eitthvað, en ég held bara, ekki það að hún langar alltaf í meiri peninga. Já. Smith, eins og öllum. En upprunlega var þetta út af Mewes. Áhugavert. Já. Ég held ég hef ekki vitað það. En ég myndi eftir að hann hefði verið í miklu neyslu. Já, svaka neyslu. Já. En mér myndi alltaf að það hefði verið alltaf, en það hefði greinlega versnað. Ég held að það hefði verið fyrst, sko, það fer eftir hvernig þú, túlkar neyslu. Já, þú veist, average weed smoker. Ég set það ekki við hliðina. Ég túlka það til dæmis ekki sem neyslu. Nei. Alltaf ekki einhverja hard, alltaf ef hann er að smóka það daga, ok, slaka aðeins á. Ef þetta er eitthvað Snoop Dogg, skiljur við, þá skal ég alveg skilja það. Slökum aðeins á. En já, nei, ég set ekki hlið við hlið eins og að þú ert að komin í eitthvað sprautu. Nei, þú veist, hann var það, sko. Ég held að hann ekki verið í Hollywood skemmtinni í kókainni, sko. Hann var bara að sprauta sig, sko. Og þeir voru, og eru alltaf rosamiklu vinir. Já, hann kallar hann bara son sinn, sko. Já, hann alltaf er ekki svo gaman? Nei, hann er nefnilega vel yngri, hann Mewes, minnum mig, ekki vel yngri, en þetta var þannig að hann alltaf var að vinna í hann alltaf var að vinna í búðinni sem Clerks er alltaf tekin upp í og hann fær að taka upp Clerks myndina eftir vinnu á kvöldin. Kevin Smith. Já, var þá Jason Mewes að vinna í... Nei, þá var Jason Mewes held ég bara, hann var alltaf einhvern veginn annað og var alltaf með læti og alltaf hávær og eitthvað og hann fekk hann minni með að bara fengi hann til að vera með og svo náttúrulega bara klikkaði þetta. Svo náttúrulega komu þessir geggjuðu karakterar, sko. Þetta er svo skemmtileg saga
Þetta eru bara eitthvað svona dúttar. Já, mér finnst þetta eitthvað romance flick, eitthvað romance story hjá þessum tveimur, sko. Já. Og maður sér líka að það er genuinely þykja vænt hvort annað, sko. Já. Og bara mögnu vinátta, hann fór í neyslu og óbyggilega sagt gert ógeðslega hluti, en hann bara rifið hann upp. Ég meina, hann býr til bíómynd bara til að halda hann clean. Og ég meina, þú sér líka bara, þetta er svo langt síðan. Já. Ég meina, Clerks var hvað, 94? Já. Nú 2021. Já. Ég myndi að öll þessi ár, allt sem þessi gaurar er búin að upplifa, þetta er svo, hann gerir þessi indie-mynd. Já. Eins og þú segir, kostaði ekki raskat. Hvað, ég held að það sé akkurat $27.575. Það sem er bara djók fyrir bíómynd. Svo bara einhvern veginn bara búm, springur þetta allt. Allir var ekki þekktir frægir, og svo talaði cult following. Já. Þetta var svo svag dæmi. Já. Þetta er rosalega svona, ég alltaf lítið á þetta sem eitthvað svona öskubusku sögu, einhvern veginn hálfgerða. Og svo líka finnst mér hann til dæmis einn af þessum gaurum sem hefur hjálpað til að það er ekki nördalegt, það er ekki asnalegt að vera nördi. Nei. Skilju, hann líka, mér fannst hann koma með mjög mikla vakningu fyrir einmitt bara comic books og annað. Algjörlega. Bara, comic books og Kevin Smith leiðist mjög mikið í hendur, sko. Já, og ég er sammála þessu, góð punktur, hann náði einhvern veginn svona að draga þetta svona meira inn í mainstreami. Já, algjörlega. Ég meina, allt í nörtu komið með, þú veist, eitthvað svona goofy stoner movie / comic book, einhvern veginn blandar svolítið saman. Hann náttúrulega, þetta Blunt Man and Chronic dæmi, það var náttúrulega, ertu strax komið eitthvað svona comic book perspective inn í þetta, og þá var fólk alveg, já, ok, cool. Bara, svo bara, hann er að treysa comics, í Mallrats, og allt þetta, comics. Chasing Amy, það var líka Chasing Amy, comic book. Þetta helst allt í hendur, og saman með eins og í búðinni, Blunt Man and Chronic, það verið að taka bíómynd af comic book, og þetta, minnst að magna, sko. Og þetta eiginlega svolítið kendi mér líka mjög margt. Jú, ég var alveg nördi fyrir, en þetta kom mér meira og meira inn í þetta. En eins og með teiknimyndasögur, lestu teiknimyndasögur, fórstu að lesa teiknimyndasögur? Ég reyndar hef aldrei dottið einhvern veginn svona þannig í þannpakka. Ég meira, og ég eiginlega les ekki bækur heldur, sko. Þú ert meiri eitthvað svona sjónvarpsdóti, bíómyndum? Ég er svona fíbli sem segir alltaf að ég bý bara eftir myndinni. sem ég finnst persónulega óþólandi. Mér langar að virkilega byrja að lesa. Það er kannski bara eitthvað sem hefur aldrei verið áhugmál hjá þér. Ég hef keypt mér comic books og ég keypti mér Clerks comic bookið og Deathstroke comic book. Og þú hefur lesið þær? Ég hef lesið Deathstroke, já. Og Clerks comic book? Já, og Clerks comic book. Þess að þú keyptir? Já. En þú er aldrei svona fest einhvern veginn inn? Nei, en eins og ég hlustaði á þáttinn með þér og Ara og Fannari. DC vs. Marvel. Já, sko, hvernig er þetta að tala karaktera, þetta með, ég var bara, holy shit, þeir eru svo miklu nördar, en á svo fucking góðan hátt. Ég var svo inspired af þessum þætti, og ekki það, ég náttúrulega þekkti ekki alla karakterana. Nei. Ég þekkti nokkra karaktera bara ekki en tölvuleiki. Ef þú hefur ekki spilað, þú veist, eins og Injustice, þá er ekki vita hvað Lobo var. Nei. Sem dæmi. Deathstroke hefði maður aldrei vitað ef maður ekki hort á Arrow þættina. Og styrja á hlusta þess að þættu og öll þessi ability og superpower, ég var bara, wow. Shoutout á Fannar og Harald. Hart shoutout, sko. Ég dýrka þess að góða. Já, hart shoutout á þessu menn, sko. Góðu góða. Og svo líka bara, og nú er ég alls ekki að vera dónalegur, en bara, ég var bara búin að hugsa einhvern veginn allt öðru stíl sem Ara, maður þekkti bara þetta gauður sem tók þátt í Eurovision og eitthvað, og ekkert að besa það, alls ekki, ég bara sá þetta ekki koma, sko. Nei, það var bara að magna að hlusta á hann, sko. En ég hef talað þetta í podcastinu, að við gera það svolítið öll, við kannski búum til einhverja mynd af mannesku eða áætlum að þetta sé svona típa. Mér finnst það alveg góðu lagi á meðan maður er opinn fyrir því að breytum skoðun ef maður kynnist. Algjörlega, sko, algjörlega. En bara, það er mynd klárlega nokkri þættir sem maður segja, maður er alveg, ok, cool, ég vissi þetta ekki. Nei. Og hann er sko, Ari er hann er nörd, sko. Hann komur óvart fyrst þegar hann byrjaði fyrst eitthvað að tala um eitthvað. Hann var þættur undan áður. Já, hann var svo top 10 þátt. Já, þá var þetta eitthvað, þú veist, Lord of the Rings og eitthvað, ég alveg, ok. Svo bara eitthvað, Lord of the Rings tattoo, ég með nörd að tattoo.
svo fór hann bara í eitthvað svona alvarlegt út, sko, ég bara wow, bara þú veist, ég nördin, holy shit, ég gæti ekki tala svona uppáhaldsdótið mitt, skilju. Hann líka, að því hann nörd, hann líka mjög mikill kvikmyndaáhugamaður. Já. Og hann var líka bara alin upp, þannig, ég hef aðeins hitt pappans og það annars snillingur. Svo ég ætla að reyna að fá hann í þátt. Það er geggjað. Fá feðgana saman. Það er geggjað. En Ari er einmitt núna að því hann býr út í London. Já, ok. Og við ætlum að gera Star Wars þátt saman. Og ég hugsi ég reyna að taka hann upp núna. Ég ætla að ná honum sko á hann að fór út. En ég hugsi ég get alveg opinbera það núna. Við erum að pæla að taka upp Star Wars þátt og ég hugsi ég gera það þegar hann kemur núna fyrir jólin. Ég var einmitt að checka út af því að ég datt inn á Bíóblaður svona frekar late on. Ef ég var hinskilinn og ég fór þetta eftir ég var að leita af Scream, ég sést hlusta á Final Destination, fór að leita Scream og ætlaði að checka þar hvort að ég fengi Star Wars þátt, það var ekki komið, þannig ég alveg hlýtur að koma. Það eru nokkri sem ég er alltaf að pæla eitthvað svona, ég ætla að gera svona þátt, því mér langar að gera 1000 þætti. Star Wars er alltaf klárlega eitthvað sem ég ætla að gera, svo ég ætla að gera Lord of the Rings þátt, Harry Potter, Indiana Jones, Back to the Future, fullt af þátt sem ég mun sennilega ekki hlusta á Harry Potter þáttin, en ég mun hlusta á restina. En ég er svo spenntur að gera Harry Potter þáttin, af því ég er ekkert mikill Harry Potter maður. Getur þú fengið einhvern nörda, Harry Potter nörda og Hauk Hái hliðin á honum? Sko planið var, ég og Haukur vorum að tala í djóki, bara eitthvað Haukur, ef við gerum Harry Potter þá, hann verður vinsæll. Já, hann verður Potter vinsæll, en hann er að hafa Haukur hliðin á honum. Já, við hliðin okkur og nörda. Já. Kemur ljós. Taka upp saman, það er ógeðslega fyndið. Það var ógeðslega fyndið. Ok, höldum við áfram með Kevin Smith. Já. Ok, Clerks 2, svo gera Second Miri Megaporno. Já. En er núna Second Miri. Breyttu en annu. Já. Já, en það er sem ég ætlaði að nefna við þig. Með þá mynd, hún fekk ekkert mikið publicity. Nei. En er það ekki líka bara út af titlinu? Það er náttúrulega út af titlinum og Þú ert með stóra stjörnur, Seth Rogen, Elizabeth Banks. Craig Robinson. Hann er svo æðislegur í þessari mynd. Hann er geggjaður í þessari mynd, sko. Svo náttúrulega hann bara eina uppáhaldslínuna mín allra tíma. Á hann? Já, þegar hvíti gaurinn labbar inn eitthvað, can I get a cup of coffee? Black. Can't you see we're talking? White. Ógeðislega fyndið þegar fólk fattar brandarann að þetta sé út af race er ógeðislega fyndið. Það er líka bara fynding leikari. Já, hann er ógeðislega skemmtilegur, sko. Hann er svolítið horfið. Já, hann gerði það. Hann tók hann að... En fór hann ekki í eitthvað? Ég þekki það bara ekki. Ég held að ég þekki það bara ekki út af því að hann hvarf eiginlega bara. Já. Út af hann er kannski ekki það memorable að maður er eitthvað að follow hann á Instagram, sko. En hann var geggjar í þessari mynd. Já. Mér fannst hún fyndin. Hún er það. En ekki það, mér finnst, Justin Long er ekki góður leikari. Finnst hann lélegur leikari? Já. Mér bara... Bara ömurlegur. Allavega það sem ég hef verið að horfa á honum, ekki það ég náttúrulega ekki sé allt eftir sem hann hefur leikið. Nei. Sástu Jeepers Creepers? Fyrstu? Já. Bara svona hræðilegur henni líka? Aha, allt í lagi, ég bara... Þú ert ekki aðdáandi? Ég er bara ekki aðdáandi, þegar kemur hryllingsmyndum. Það er mjög skemmtilega að sagða baka það. Er að ég gat fyrst bara ekki hort á hryllingsmyndir. Bara, þetta var bara... Varstu hræddur? Ég var bara legit hræddur, Og ég man einu sinni þegar ég var í grunnskóla, þá var það þannig að við vorum að gista í skólanum. Og þá náttúrulega vildi allir fara að horfa hryllingsmynd og eitthvað. Ég er náttúrulega algjör spaði, ég er búin að sjá þessa mynd, fór síðan bara inn á hérna hliðina, fór að sofa og ég bara grét mig í svefn, því ég bara gati ekki hort á hryllingsmyndir. Ég bara þetta, ég fór einhvern veginn í ammæli, þá var að vera að horfa á Pet Sematary, bara fuck that shit, Og síðan tekið það að ég byrja að hlusta á dauðarokk. Og þá svolítið fylgir ímyndin að vera svolítið harður, harður svona og þá er hryllingsmyndir ekkert að hræða þig. Já, þá er þetta ekkert að hræða mig, en innst inni var þetta bara mjög hrædd lítil sál. En ég byrjaði aðeins að geta að horfa. Þá hjálpaði Freddy vs. Jason. Það var út af því að það var comedy inn í. Já. Og svo náttúrulega með að vera rockari þarftu náttúrulega að hlusta á Rob Zombie. Rob Zombie, náttúrulega Halloween, ég ætla ekki að ræða Halloween-myndina sem Rob Zombie gerði. En Devil's Rejects er bara einn besta mynd sem ég séð. Mér finnst hún geggjuð.
besta myndin hans. Já, 100%. Hún kemur stjórnlega top 10. Top 10. Geymum það aðeins þá umræði. En Deus Ex hún mjög brútal. Já, hún fucking brútal. Ég elska slasher, sko. En hún alveg... En einhverja konur að koma til sjónvarpum, fuck that shit, sko. Já, ég skil. Það er lagi með blóð og svoleiðis. Ég get slasher og ég get bara decapitation, sko. Bara minnstan. En svona psychological, eitthvað draugadót. Já, eitthvað non-conjuring bullshit, hell no, sko. Bara einhvern dag í dag. Já, ég myndi ekki sofa í einhverja vikur, sko, held ég. Ekki það, ég er ekki að testa það heldur. Ég veit mín eigin getu. Þú veist hvað mörkin þín eru. Ég veit hvað mörkin mín eru. Ég er ekki að fara að testa limitið mitt og fara á Conjuring í bíó. Bara gleymdu þessu, sko. En að saga hausa af fólki og eitthvað, já, bara gott með poppið, sko. Þú ert til í það. Já, gott með poppið. Ok, Justin Long, þú ert ekki hrifin á honum. Nei. Hann í Zack and Miri. Já. Ég man ekki að var hann eitthvað. Hann var gay filmmaker. Já, en var það ekki karakterans líka bara svolítið leiðilegur? Jú, hann var bara eitthvað, hann líka bara, hann átti að vera með eitthvað svona djúpa rödd eitthvað og tala þú veist, eitthvað. En hvað heldur hann við klikkað? Af hverju var hann ekki vinsandi? Er það bara út af markasetningu, nafninu? Markasetningin ekki það, ég held að myndi virka. Það var fyndin mynd, þannig að búið til porno, skilju, þetta á að höfða til mjög margra. Já, myndi maður halda og þetta er bara prime Seth Rogen. Nei, Seth Rogen? Já, bara á præminu. Elizabeth Banks, náttúrulega, veit allir hver hún er, skilju, hún er alltaf hana. Þú veist, ekki endilega að þú muni nafnið, en þú veist hvað þetta andlit er. Þetta er alveg legit leikarar. Já, þetta er legit leikarar og skemmtileg sögurþráður og þetta er bara fátækt fólk sem bara á ekki pening og bestu vinir og fara að búa til klámmyndbönd. Sem svolítið fyndi að þessi mynd svolítið undan sinni tíð. Já. Að því að mjög margir að gera þetta í dag. Já, algjörlega. Þú veist, þessi mynd ekki virka í dag. Bara... Nei, hún þættur ekki tjók. Nei, því að Elizabeth Banks myndi bara búa til OnlyFans. Skilju, bara... Þetta ímyndar að Zack and Miri menga porno kemur út í dag. Já, hún fengi lítil sem engin áhorf. Heldur það? Heldur hún ekki vinsælli? Að þetta er alltaf grínmynd og þá væri hann að tækla eitthvað. Sem basically OnlyFans í dag. Ef þú hugsaður að þannig, það gæti kannski virkað. Ég held bara hún að vera svolítið undan sinni tíð. Já, það gæti kannski virkað, sko. Þegar hún kemur 2008, þá voru ekkert, OnlyFans var ekki til þá. Nei. Fólk var ekki, í dag er þetta svona... Jú, þú segir þetta þannig. Já, ég fattar núna hvað við, sko. Þetta gæti kannski spila inn í freka marga núna. Fólk myndi með sjá sögutráðin bara, make a porno, eitthvað, ok, þetta er svolítið mikið í dag. Tjekka þessu. Já, þegar þú segir þetta svona, sko, þá gæti að klálega við rétt hjá þér. Ég þarf reyndar að horfa aftur á hana, svona síðan sá hana, en ég mann fannst hún góð. Ég hugsi ég myndi ranka hana ofalega af hans. Hún er ofalega hjá mér, sko. En þú veist, eins og með lista minn áðan, hann var náttúrulega bara með þetta með J-Bob karakterum ég skilji, en þetta er alltaf fyrir utan það. En þessi er klálega mjög hátt renguð hjá mér. Það var margt fyndið í henni og skemmt. Já, bara... En henni gekk ekki vel? Ekkert svakalega. Ég held að hún hef ekkert farið í einhverju tapi. En þetta var engin hittari? Nei. Af því eftir hana, þá gerir hann, manstu það? Er það ekki Tusk næst? Nei. Cop-Out. Ég sá hann reynd aldrei. Vistu þú hvað Cop-Out átti að heita samt? Nei. Hún átti að heita Couple of Dicks. Já, alveg rétt. Sem hefði reyndar eftir bífið við Bruce Willis, hefði kannski verið með viðeigandi titill. En Couple of Dicks, ég held með þess að skrifaði hann ekki, handrið þess, var það ekki titlað þannig? Jú, Couple of Dicks átti myndin að heita. Cop-Out, ég sá hann ekki. Ég sá hann einu sinni. Og var það nóg? Það er nóg. Hvað er svona léldus mynd? Var það bara hræðileg mynd? Þetta er umulig brandarar? Umulig brandarar, einhverjir fáralegir, eitthvað one-linerar. Eina góða sem ég kom út af þessa mynd var náttúrulega bara, þú hafa allir séð þetta gif eða meme eða eitthvað með Tracy Morgan. Þannig er hann no. Þú veist, hann er svona hrista hausinn. Þú hefur bóttið séð þetta gif af Tracy Morgan. Það er úr þessari mynd? Og er þetta eitthvað svona buddy cop mynd? Já, þetta er bara, þú veist, það verður bara að segjast, þetta er bara drasl. Er þetta lélegasta myndin hans? Nei. Ekki lélegasta, ok, býttu með hverju lélegasta. Ok, Cop-Out, já, ég er búin að heyra sér rusl. Já, svo náttúrulega fóruði náttúrulega heavy beef
Kevin Smith og Bruce Willis. Hann þolir ekki Bruce Willis. Já, og öfugt. En ég heyr ekki líka bara Bruce Willis fá eitthvað. Jú, það er nefnilega máli. Ég held að það er bara verið það. Hann mætti aldrei til að promóta myndina og það var, svo sagði hann vist eitthvað Kevin Smith eitthvað að ég man ekki hvað það var. Það var allan eitthvað rosa bíf, sko. Ákveð finnst mér líka sem ég hef heyrt hvort það Óli Bjarki elskar Bruce Willis. Ég held að hann hafi talað þetta, ég lesið þetta eitthvað. Hausunum fyrst bara í graut. Já. Bruce Willis var bara setti og hún fannst þess að Kevin Smith væri bara einhver noob, bara rookie, leikstjóri og... Hann var að breyta skriftinu og ég meina, come on, be professional, sko. Algjörlega. En ég meina, horfðu líka á hvað Bruce Willis er að gera í dag. Ég vil helst ekki horfa það. Nei, án gríns. Hann er bara Kevin Hart fyrir 5 ára síðan. Þú getur ekki fara á klósetti nema Bruce Willis er komið nýja mynd. Og þetta er bara eitthvað drast. Þetta er bara eitthvað svona low budget bullshit. Já, bara rust. Já, bara eitthvað... Hvað kom fyrir? Ég veit það ekki. Hann var fucking John McClane. Nei, hann segir greinlega bara já við öllu greiði maðurinn. Eða átt pening. Og þú ert tilbúin að borga honum. Ég er ekki eins og vissum hann sé að taka mikið pening fyrir þetta. Þetta er svo mikið. Hann er bara eitthvað aðeins að banka, fær frýtt ferðaláta á þetta. Skiljum við, getur verið dikk við alla. Bara, ég held að það sé bara frí fyrir honum. En hugsaðu samt, ef þú ert Bruce Willis, þú er búin að leika í, fáranlega flottum myndum, með svakalegt katalóg. Þetta er litla resumeði, sko. Ég veit bara, hann er með svakalegt track record, það er talað fyrir þetta russinleikur í. Já. Og hann hefur pottet ekki vel borgað í gennum tíðina. Já, 100. Hann er ábygglega ennþá banka helling og Die Hard, sko. Já, vantar hann pening? Ákveður hann leiki í þessu rusl? Það lítur bara... Ákveður fyrir ekki bara að spila golf? Ángríns, þetta lítur að vera bara eitthvað thriller, skiljur. Eða svo líka það. Kannski er hann bara að horfa á þetta sem frí. Ég meina, maðurinn fer og segir eitthvað nokkara línur og er með eitthvað 2 byssur eða eitthvað og svo er það bara búið. Og þetta er hræðilegt, sko. Ég er reyndar ekki búin að sjá mikið af þessu dóti. En ég sé trailera. Ég er náttúrulega alltaf þegar maður sé bara, maður er alveg, næs maður, Bruce Willis. Svo har maður á trailerinu maður bara, er þetta ekki myndin sem var að koma út í síðustu viku? Nei, þá var þetta bara eitthvað önnur mynd. Og ekki þessi fyrir bíó? Nei, þetta er bara eitthvað straight to... Bara, í gamla þetta verið svona straight to DVD. Já, en ég held að þetta, þó þetta farið beint á streymiveitur, ég held að þetta kom ekki einu sinni eitthvað, new Bruce Willis movie. Þetta bara svona er aðna. Þetta er bara svona að þú rekst kannski á þetta. Hann er alltaf engin gæðastempill í dag. Nei. Mér gæti ekki verið saman þó að leiki ykkur myndum, þetta er bara rust. Ég bara veit ekki hvað fucking gerðið, sko. Bara skilða ekki. Ég man ekki til öðru eins svona falli. Nei. Af því hann var legit, hann var ekki bara John McClane. Hann leiki Sixth Sense, Unbreakable, hann leiki flottu myndu, Pulp Fiction. Hann var ekki bara aksjóngæði. Þú veist, ef maður hugsaði fyrir nokkrum árum bara í stæðstu stjörnunar, þá var Bruce Willis annars. Já, mér finnst bara svo stutt síðan. Já, þetta var frekar stutt síðan. En mér finnst þetta drast sem hann fólk að leiki. Mér finnst það bara gespar og nú leiki. En svo náttúrulega þegar þú komin í Die Hard 8, þá náttúrulega þarftu aðeins að fara að hugsa það en gang, held ég. Þú veist, maðurinn sagði þið bara já við öllu. En Die Hard 5, þó að það sé algjört rusl, hún kom alltaf í bíó. Það var bíómynd. En það er líka bara titillin. Já, reyndar. Ef þú horfir á þessu standalone mynd, hún hefði aldrei farið í bíó. Hún hefði ábúinlega að fara á streymi, veitum hún svo léleg, sko. Í sammálaðir. Hræðileg mynd. Ok, Cop-Out, þú mælar ekki með henni? Nei, get ekki sett. Eftir hana? Tusk. Nei. Ekki Tusk? Nei. Red State. Já, myndin sem hann promótaði hérna heima. Já. Hvernig veist hún? Sko, þegar ég labbaði út í bíónu, þá... Þetta er ekki típisk Kevin Smith mynd. Nei, ég held að ég hef verið svolítið blindur bara á að Kevin Smith gera þetta. Já, þú kannski hélst þetta er ákveðin típa mynd. Nei, allt sem Kevin Smith gerði var ég búin að stimpla meistarverk, alltaf. Ok. Og þannig ég labbaði út, ég veit ekki hvort það sé bara það besta sem ég sé, eða það versta sem ég sé. Og þetta er alveg fín mynd, hún er ekki træðileg, sko. En ég er ekkert að horfa á hann einu svona árið, sko. Nei. Mér fannst hún kom mér alveg óvart, ég sá það einu sinni. Já. Þarna á þessum tímapunkti var ég svona smá búin að hann gerði þetta Cop-Out rusl, sem ég reynda sá ekki en ég heyrði hræðilega hlutum hana. Já. Og
og ég sagði, hvað hann að gera eitthvað svona mynd? En svo sá ég hana og í minningunni, ég ætla svona að setja risa disclaimer núna, ég man lítið eftir henni, það var langt sem ég sá hana, sama hér. En ég man að ég hugsaði mér, þessi var allt í lagi. Já, eins og segi, hún var bara allt í lagi. Já. Þetta var engin gæðastempill. En hún var ekki hræðileg. En hún var ekki hræðileg heldur, sko. Mér minnum hún að vera þokkalega við leikin. Já, og hún lætið líka alveg hugsa, bara svona, ok, var þetta svona góð mynd eða var það svona slæm? Þess vegna langar mér að sjá hann aftur. Já, ég það kannski gera það líka bara. Já, mér langar að rifja henni, af því að í minningunni var ég bara, þetta var bara ágætismynd. Já, hugsa ég þurfa að gera það aftur, sko. Hún gleymist náttúrulega mjög oft, sko. Hún gerir það. Já, þetta er eiginlega myndina sem gleymist mest. En var það ekki líka fjármagnaði hann ekki myndina sjálfur? Var það ekki eitthvað þannig? Eða crowdfunding eða eitthvað svoleiðis? Mér minni það. Það getur vel verið, þetta hafi verið eitthvað svona draumaprojekt hjá hann að gera eitthvað svona einhverja hrollvekju, ég veit ekki. John Goodman var í henni að fullt af flottum leikurum. Já. Já, mér langar að sjá hann. John Goodman var einmitt flottur í henni, sko. Mér langar að sjá hann aftur. Já, ég kannski þarf að gera það líka. En hún gleymist svakalega öllu sem hann hefur gert. Já, ég sammála. Hún svolítið hverfur svona inn í hans katalóg. Algjörlega. Ok, svo kemur myndir sem þú veist honum. Nú kemur Tusk. Það er Tusk. Wow. Hvernig er hún? Bara hræðileg. Ég meina, come on. eins og ég talaði Justin Long á hann. Já, hann er aðlundur ekki í þessari. Já, hann breytist í röstung. Þarf að segja meir. Ég held að, mér minni líka að konseptið á þessari mynd hafi verið sko að hann hafi verið skítfreðinn í podcastinu sínu að Smith. Já. Og held ég hvort að Mósir hafi verið með honum eða eitthvað. Þeir voru bara eitthvað að bulla, bjuggu til eitthvað sögu þráði þættinum og úr því á mynd. Já, ég held þessi rétt, líka því að Justin Long karakterinn er podcastgauður, eða podcaststjórnandi. Já, og úr því var þetta. Og ég er bara, þetta. Er þetta lélasmyndinas? Já. Þið finnst Tusk lélasmyndin? Já. Nei, Yoga Hoses. Næsta mynd sem hann gerir. Ok, verð að segja eitt með Tusk. Ég er búin að sjá 40 myndir af henni. Já. Og ég er vennilega að klára myndir. Þú klárar hann ekki? Nei, ég klára hann ekki. Bara gafst upp eða? Og ég er með afsökun. Ok. Af því ég er búin að klára alls konar ruslmyndir. Ok. Ég har rosalega erfitt með, þetta er eitthvað svona OCD hjá mér, ég har rosalega erfitt með að ef ég byrja mynd, verða að klára hana. Ég verða að klára hana. Af því mér finnst ég ekki geta dæmt verkið. Hálfklárað, það er ekki hægt. Og mér finnst það bara ekkert sanngjarnt gagnvart kvikmyndagerða fólkinu sem gerði myndina, ef ég bara gæti að drusl, svona svo í 10 mínútur af henni, eða eitthvað. Ég er svona aðeins búin að skána mynd í dag eftir þess að ég eldist, þegar tíminn manns er svo dýrmætt. Og vinir mínum voru að segja bara um mig, hvernig er það að klára þetta? Okkur hættur ekki bara að horfa á þessu mynd, það finnst það svo léleg. Ég verða að klára verkið. Ég horfði á Tusk með kærustunni. Og hún var bara eitthvað, oh my god, hvað þetta er leðileg mynd. Ég skil hana mjög vel. Og ég var líka svona, já, ok, þetta er ekkert eitthvað brjála, en mér langar samt, ef við samt ekki að klára hana. Hún vildi bara ekki klára hana. Þannig ég ætla að kenna kærustum um það að ég hef ekki klára hana. Nei, veistu, ég held að þú getur eiginlega bara að þakka henni fyrir, held ég. Aha. Já, þú veist. Var þetta bara bull? Eins mikið, þú veist, ég elska mannin, en ég veit ekki hvað þetta var. Og svo líka, og þarna byrja boltin að rúlla þegar hann fer að kasta dóttir sína í allt. Hvernig veist hún sem leikuna? Hræðileg. Þú brostir ekki eins og sagði. Nei, bara, þú veist, hún kann ekki að leika. Þetta er bara ekki hennar sérsvið. Þú veist, og ég er ekki að vera, þú veist, myndaleg stelpa á allt það. Og ég veit að hún er mikið eitthvað svona vegan-aktivist eitthvað. Já, og dýravinnur. Já, dýravinnur og búin að vera mjög svona open með það. Haltu yfir það, skilur við. Já, það er kannski hennar köllum. Já, þú veist, en ég held að hún sé líka bara að leika hjá pappa sínum. Ég held að sé ekkit verið að reyna að fá hann í einhver, ég held að hún hafi verið í einhverjum MTV þáttum daginn. Hún var líka hún var í Tarantino-mynd. Hún var svona Kevin Hollywood. Já. Og Kevin Smith var svo stoltur. Já. Og ég skil það. En var það ekki bara Tarantino að gera honum eitthvað greiða, örgulega. En, þú veist, hún líka var svo litlu. Þetta er hræðilega leikona, sko. Ok, Tusk, hræðileg. Yoga Hosers. Það er þessi næsta mynd. Ég sá hann ekki. Það er það versta. Ég sá trailerinn. Ég var ekki alveg að fatta þessu mynd. Var þetta ekki eitthvað þvæla? Þetta er bara þvæla. Bara þvæla punktur. Það er vinna í einhverju sjoppu í Kanada og reyndar, þetta er dóttir af Johnny Depp á mótinni. Já, sem leikur. Já, þetta er sérst Lily Rose Depp og ég held því miður fyrir Johnny Depp að hann hafi verið svolítið þvingaður, hann er í myndinni líka. Hann er í myndinni líka, já. Já, þú veist, við erum að tala um Johnny motherfucking Depp, sko.
í einhver svona ruslmynd og greiði maðurinn heitir þess og Kevin Smith alltaf að grínast með það þegar hann fekk Will Smith ég held að kom hann ekki í mér minnir hann að koma í Chasing Amy í einhver pínulítið hlutverk Will Smith? í einhver pínulítið hlutverk og hann var að tala þú veist, þegar fólk að tella peningana bara $100 million, svo bara eitthvað, Chasing Amy, þú veist. bara klink. Já, ég held að þar sé Johnny Depp að hugsa með þessa mynd, sko. Þetta hefur verið eitthvað vínalegu greið, því að ég veit að Harley Quinn og Lily Rose eru vinkonur. Er það vinkonur í alvöru? Já, þær eru vinkonur í alvöru, ég fari í sama skóla, að fóru í sama skóla. Já, það þekktust. Já. Þetta hljóma svolítið svona svo Kevin Smith, það er bara svona, ég ætla að gera dóttur minni greiða. Já, örugglega. Þú fara aðaldur og vinkona er með. Já, þær eru náttúrulega saman í Tusk. Afgreiða Just Along í Tusk. Já, þær voru auka karta þar og svo gera hann heila bíómynd þær. Ég held ég hef séð þær í Tusk, voru það ekki frekar snemmi myndinni? Jú, það er svo þegar hann er á leiðin til Kanada. Já. Og þá vinna þær í shoppin í Tusk. Alveg rétt. Ég sá allan trailerinn og þetta virkaði bara algjör þvæla. Þetta er bara eitt mesta bull sem ég sé. Þetta er vestamyndin hans? Já, hands down. Langvesta? Já. En mælir mig í tjekkja hann upp á djóki? Sko, upp á djókið, klárlega, svo er það líka bara þannig, að smekkar í mismöndi milli manna, kannski ofta þurfa fílana, ég veit ekki. Kannski svona geðvik. Ná, sumi kannski, ég meina, það er mörgur sem fórst Tusk góð. Já, ég klára hann ekki, ég bara ekki breyta Justin Long í röstug. Ég var bara speechless, sko. Ok, Yoga Hosers, hvaðan kemur það nafn? Veistu hvað hún heitir? Yoga Hosers, hvað þið? Ég bara reyna að vita sem minnstum mitt. Þú ert þannig að gleymi þessari mynd. Já, hún mætti þurrkast út, sko. Ok, eftir hana, þá gera hann alls konar eitthvað svona sjónvarpsþáttadæmi. Hann leikstýrir með nokkru Supergirl þáttum og eitthvað. Já, tekur Supergirl og Flash. Og reyndar, ég veit ekki hvort þú vissir, en það er talað um það að það hafi verið Jane Silent Bob. En Jane Silent Bob er með cameo í Flash, season 2. Nei? Jú. Þeir eru einhver security guards. Er það þá Kevin Smith og Jason Mewes? Nei. Já, í season 2 Flash. En það er ekki talað um sem Jane Silent Bob? Það er ekki talað við á directly sem Jane Bob, en þú veist, þeir voru þarna saman og hann með síðahárið og hvort hann hafi verið með hún er líka hann Kevin Smith, sko. Nei. Að þetta hefði bara, og ég held reyndar, ég held með þess að það ekki verið þáttur sem hann direktaði. Skilja, hann direktaði ekki sjálfa sín. Já, þetta verið í öðrum leikstjóra. Já. Og svo eftir þetta allt saman, ég held að hann leikstýr ekki í Flash fyrir en í 3. seríu. Það getur verið. Við minni það. Svo tekur hann einhverja byrjun, ég held að hann ekki pilot þáttinn á Supergirl held ég. Svo einhvað meira. Ég maður bara ég sá á netinu með eitthvað svona set photos og hann var svo ánægð með að bara kasta úr krúi, það gekk vist vel. Já. En svo næsta mynd sem hann gerir, það er Jane Silent Bob reboot. Já. Þá fer hann aftur í comfort zone. Hvernig er þetta svo mynd? Sko, Mikill Jane Silent Bob maður var þetta vonbrigði. Ég reyndi eins mikið í gat að samfara sjálfa mig að þetta hefur verið góð mynd. Ég fór með félagi minnum sem við deilum saman Kevin Smith á ámáli. Og við förum með alltaf saman á myndirnar hjá honum og fórum saman á Red State og saman á Q&A. Og hann eitthvað, hvernig varst það myndin maður? Mér varst það bara geggið. Innstinni vissi ég alveg hún var ekkert fucking geggjuð. Þetta er slæm mynd, sko. Aftur á móti, þarna er hann komið dóttir sína aftur í frekar stórt hlutverk. Hún leikur dóttir Jace? Já. Sem er náttúrulega líka með því stórförulegt, skiljur. Átti ekki mamma hennar að vera Shannon Elizabeth? Karakterinn? Jú. Úr Jane Silent Bob fyrstu? Já. Sem sagt, hún héti Justice. Justice, Hétt Justice, heiti Justice í myndunum. Og hún fyrir sinni fangelsi, hann átti að barna hana og eitthvað svona kjaftaði. Og svo í reboot, sem er ógeðslega skemmtilegt, að hún verður síðan lesbía og er að deyta Rosario Dawson. Það er konan hennar í myndinni, í reboot myndinni. En Rosario, þetta er ekki sami karakter úr Close to Nei. Nei. Rosario Dawson er bara að leika. Hún er bara að leika, skilur, en ég bara, ekki það, Rosario Dawson er geggjuð. Ég dyrka hana. Já, ég bara byrjaði að elska hana eftir Close to. Svo kom hún í Sin City og ég bara, hún Sin City er svona undan. Já. Ára undan.
Þú kannski sé í öfru. Já, ég sá örugglega. En ok, reboot. Hvað myndir að gefa henni í einhvern? 0-10. 0-10. Sko, 6-5. Hvað myndir að gefa upprannu, fyrstu Jane Silent Bob myndi? Fyrstu 0-10. Hún náttúrulega verður að vera 10. Þetta er náttúrulega bara eina mínum uppáhalds. Já, bara skalinn er bara þínur uppáhaldsmyndir. Já. Þannig ef hún er 10, Já. þetta er 6-5. Já. Ok. Yoga Hosers kemst ekki á listan. Fengir ekki einu svona einn. Hún fær ekki einu svona í verðskuldaðan einn. Það er bara, það er allt hræðilegt við þetta. Þá er ég að segja þetta við þig. Ég vil ekki ryggja þig með þessu. Nei, fólk hefur sína skoðanir og það má bara endilega hafa þær. Ég sá rebootið. Ég sá hana á Amazon Prime. Ég leiði hann ekki henni svo, ég sá hana bara af því ég var ekki svakalega spennt fyrir henni. Svo hugsaði mér, ég ætla hann að kíkja á hana. Við þykjum alltaf vænt þessa karaktera. Kevin Smith aðeinslegur og... En þetta er einn versta mynd sem ég sé, sko. Já, hún er svo slæm. Þetta er ekki góð mynd. Ég skal alveg viðurkenna það. Þetta er alls ekki góð mynd. Skemmtileg cameos, svona nokkur. Mér skeggja að fá hérna Method Man og Redman sem einmitt Meth and Red, þú veist, í How High myndinni. Mér finnst það cool concept, sko. Ég hef aldrei ekki séð þá mynd. Nei, og hefur aldrei séð How High? Nei. Ég held að hún myndi ekki koma á, það er fyndið mynd, sko. Ok, ég þarf að tjekka henni. En ég man bara þegar ég horfði á þessu mynd, ég horfði á hann einn heima. Og ég er ekki að grínast, ég gerði þetta. Ég ítti á pásu. Og ég sagði upp. Þú veist, drasslmyndir. Mér finnst þú hræðilega leikinn, mér finnst þú ógeðslega ljótt. Sástu líka hvað Jason Mewes leit illa út. Aftur og aftur. Hann lítur hræði út af því að... Er hann ekki skárið í það samt? Nei. Fuck. Nei, mér fannst hann... En vek hann ekki sér nýja tennur og allt? Ég held að það sé bara máli. Hann alltaf, tennunars voru bara rotnar eftir alltaf dópneysluna. Að þetta var bara svo ólíkt honum. Því að ég man að hann var mjög vinsælli á dömunum eftir Jane Silent Bob Strike Back. Já, alveg bara way back. Já, hann var mjög ungur og hérna var alltaf mjög stórt hlutverk. Og hann var mjög vinsæll. En svo, hérna, ég man til þess að einn frænka mín, hún var bara eitthvað, þú veist, bara elskaðan. Svo var hann bara eitthvað, hvað í anskotanum er þetta? Hann leit það illa út. Já. Það er spurning hvort hann fáið það bara aldrei aftur. Skilur, hann hafi bara náða að fokka sér upp þannig. Já, ég held bara að því miður, og þess vegna er ég svo hræddur Clerks 3 að það verði svipað. Ok, Clerks 3. Tökum það aðeins hérna. Það er næsta mynd sem alltaf gera. Hvað finnst þú það? Sko, ég er mjög spenntið fyrir henni. Þannig lagað. Ekki þó að rebootað floppað harkalega, en ég meina Clerks 1, meistaraverk. Clerks 2, hann fylgdi henni vel eftir með Clerks 2. Clerks 2 Clerks 2 er frábær mynd. Og ég held að, ef hann fær hérna Elijah, hann verður í henni, og hérna Rosario Dawson, ef hann fær þetta lið aftur, sem hann gerði, auðvitað, skilju, en ef þau halda sínu striki, þá er þetta að gera þessa mynd góða. Því í Clerks 2, það var ekki endilega bara Jane Silent Bob sem gerði myndina góða. Nei. Þú veist, það var Rosario Dawson, það var Dante og Randall og hérna, jú, svo náttúrulega var konan hans í þeirri mynd. En hjarta þeirra myndar er Dante og Cardinal Rosario. Já. Og það... Manni hvað hann heitir? Hún heiti, hérna... Ég var að horfa hann í fyrra þetta. Hvað heit það? Nú er eitthvað öskra á okkur. Já. Rosario Dawson. Fáið Kevin Smith nördaðinn og hann veit ekki sem hvað hann heitir. Hvað heitir í Clerks 2? En það var svolítið hjartamyndarnar. Þeirra samband. Já. Þannig það er ekkert bara eitthvað Jane Silent Bob eitthvað að djóka. Og þar kastaði hann konuna sína að leika konunans Dante. Alveg rétt. Ég er bara ekki sammálaðið að vera alltaf að ráða inn fólki, fjölskyldina þeirna, skilju. Eins og með að ráða dóttinni svona inn, þú veist, hann tekur hann inn í Tusk, tekur hann inn í Yoga Hosers, inn í reboot sem eiginlega aðhlutverk í Jane Silent Bob mynd. Þetta bara virkar ekki. En er þetta ekki bara eins og með, ef þú rekur fyrirtæki, ekki vera að ráða börnin? Já, þetta er nákvæmlega þannig. Og ef þú ert leikstjóri, ekki vera að ráða börnin? Já, bara, og svo er hann alltaf voða væmur með það að þetta er bara, það er skemmtilegast að direkta dóttir sinni og voða gaman og happy days og eitthvað. En ég bara kaupið þetta ekki.
Vist, ég ángurs hræddur að út af hann svo mikil nörd og hann svo mikil tengsl alls þar að hann fái einhvern tímann einhverja Marvel-mynd og einhver staðar kemur cameo og þá sér Jane Silent Bob fyrir framan einhverja sjoppu og dóttir hans verður Captain Marvel eða eitthvað. Þú veist, án gríns. Ég held reyndar, ég veit þú ert að grínast meira, en ég held reyndar að eins og með Marvel-mynd og svona stórmyndir, þú veist þetta örugglega, en Green Hornet, maður að hún kom út, Smith átt að leikstýrði. Hann átt að gera það, já. En hann afþakkaði það. Já, hann vill ekki gera svona. Nei, hann treysti sig í það. Hann basically sagði bara, þetta allt stór mynd. Það var líka einhver önnur mynd sem hann fekk, sem hann fattaði ekki að hann hafi verið búin að segja já við henni. Hann var svo spenntur að hafa fengið boðið. Var það eitthvað svona stór mynd? Já, mér minnið það. Og man ekki alveg nákvæmlega hvað mynda var. En hann var svo spenntur að fengið boðið og var bara eins og eitthvað krakki og eitthvað. Svo fattaði hann bara, hann sagði já við því og hann bara eitthvað, já, ég þarf að búið skript. Bara, og... Já, það var eitthvað þannig. Já. Það var bara, aðeins og fljótur á sér, var hann nú spenntur, en svo fattaði hann að hann ekkert með það gera. Ég virði það alveg við hann, hann þekki sín dagmörk. Og hann kannski bara, að því að hann ég myndi aldrei setja með hliðin á Tarantino sem kvikmyndaleikstjóri. Nei, alls ekki, hann er ekki það, sko. Þetta er ekki þannig gæi. Þetta er ekki þessi hefðbundna Hollywood típa, sko. Nei, en þannig að Clerks 3, þegar hún kemur, var hann ekki bara að koma næsta ári? Jú. Ég held sér bara að skjóta hana núna. Það búið að skjóta hana. Það búið að skjóta hana? Já, hún klárast í ágúst. Já, ok. Já. En hún kemur næsta ári? Já. Jú, hann er byrjað að klippa hana. Já, hann er byrjað að klippa og hann er örugglega, ef ég þekki rétt, komin bara langlegina með það, sko. Já, alveg rétt. Þannig að ég held að hann komið snemma næsta ári, sko. Hvar myndir að ranka svona, ef við notum hérna hvaða? Þannig að skala, 0-10. 0-10. 10, þú er bara spennt að nýta ekki hvað. Hvar ertu í samtöðu Clerks 3? Ég er svona 8. Já, þú ert samt alveg það spenntur? Já, ég er alltaf spenntur fyrir Kevin Smith. Alltaf. Heldur þú verið það bara alveg hann hættir að gera bíómyndir? Já, sennilega. Það er bara út af því að hann er bara búin að gefa mér svo mikið. Vistu, bara frá því að ég var aðeins einelti og ég er bara búin svo mikið, hann er búin að vera svo mikið með mér öll þessu ár að ég get ekki bara skilja hann eftir. Mér finnst það samt svo, það er krútlegt. Já, að vissu leiti er það bara mjög krútlegt. Hann er búin að fylgja mér svo mikið. Svo náttúrulega hjálpaði alveg að hann talaði mig í podcasti, ég ætla ekki að segja það. Það hjálpaði til. Það hjálpaði til. Hann keipti þessu nokkur ári viðbútt af trygg. Já, algjörlega. En hann er bara búin að leiða mig það lengi í gegnum árin að ég fer ekki að skilja hann eftir. Hvað hugsaði þú þegar það kom í ljós að hann fékk einmitt hjartafall? Shit, mér brá. Og ég meina, hvernig var það? Dó hann ekki í einhvern tíma? Mér minnir hann hafi flattlænað, sko. Þetta var eitthvað svoleiðis. Já, hann var sérst að gera, ég man ekki nákvæmlega hvað hann var staðsettur, en hann var að gera sjó. Já, var það ekki bara sviðinu? Jú, hann fekk ekki hjarta, Nú var hann kannski búið með sjóið. Hann var búið með sjóið, fyrir eitthvað á sig, svo fór eitthvað að finna til og svima og eitthvað. Það bara fekk hann hjartastopp. Og hann tók sér rosa á, hann tók allt matar í gegn, því hann var í stærri kantinum. Á mjög stóra tímabili, við erum að tala mjög stór. Og hann var líka, með mér hann hafi alveg svolítið mikið fitnað á tímabili. Já, hann gerði það. Og svo tók hann sér á, og þessi mynd sem er með henn á wallpaperi henni í stúdíónu, þarna er hann töluvert léttari. Já, þetta er bara alltaf maður. Já, hann tók allt mataræði í gegn og allan pakkan. Hann alltaf var vegan. Varð vegan. Já, dóttir hans pussaði henni það að vera vegan. Já. Dóttir hans hún hefur verið einmitt mjög hávar með aktivisti fyrir vegan. Já. Og frábært, bara geggjað. Ekki fyrir mig, en frábært að hans að gera það. You do you. Já, bara 100%, minnst það bara, og líka það, út að hún er meðal gott plattform, því að allir cult following Kevin Smith eru að followa Harley Quinn Smith. Þú veist, það er bara svoleiðis. Þú veist, ég er ekki mikið fyrir að followa stórstjörnur á Instagram, en ég er að followa Harley Quinn. Út af Kevin Smith. Já, bara sem dæmi, sko. Já. Og svo, já, hún pussa hann svolítið það að vera bara vegan, þannig að hann gerir það og fer að hreyfi svo hverjum degi, eða bara að hæka eitthvað. Mikið að ganga á svona. Já, náttúrulega býr í Hollywood, skiljur, og fínt að hæka þar bara, voða næs. Og ég held að hann hafi líka hægt að reykja, þó að þú er ekki að staðfesta það. Nei, ég held þessi rétt sér. Hann hafi alveg minkað töluvert. Já, ég held það, sko. En ég var oft pælt í því, ég var meiri aðdándu heldur en ég er í dag. Já. Og hann hitti líka,
hann hittir hjá þér á, hvað ég segja, þeim tímapunkti í þínu lífi, það sem þetta skiptir svo miklu máli, hann hefur svo miklu áhrif á þig. Já. Og ég tengi alveg svona pínu við það, þegar ég kynnist honum, þá er ég úlingur. Og þegar maður er úlingur, maður er svo opinn fyrir mörgu, að svo margt sem getur móta mann. Alltaf gleypa mann. Já, og margt sem getur svona móta mann. Þannig að mér mun alltaf þykja rosa vænt um hann, en ég pæli stundum í því, að því mér fannst hann staðna svo. Hann gerði það, og mér fannst hann sorglegt að segja að eftir Clerks 2, hann þróaðist aldrei sem kvikmyndagerðarmaður. Þú veist, hann tók aldrei enda líka það að, en málið hann spilaði sig líka alltaf í safety zoninu. Hann spilaði alltaf á cult followingi sitt. Hann spilaði á sína áhorfundur. Hann tók aldrei sensinn að reyna að stökkva á það sem allir myndu horfa á. Sem alltaf bara... En maður spyrir svona, hvað ætla þetta sé? Ég veit sko, ég held... Svo er húmórinn að sparki fyrir alla. Þetta er bara dick and fart jokes. Já, og málega, það er alveg fyndið 25 ára. Já. En hann er 51, held ég. Hann er allavega rúmlega 50. Og maður er bara svona pínu, ætlar bara að vera svona alltaf. Ekkert að því, ef hann vill það. Ég held að muni gera þannig að þetta er nöður, held ég. Já, það er ekki svolítið seint eitthvað núna að breyta sem einhver kvikmynd að gera með. Já, ég held að hann sé með svo að koma aftur með, hann er að fara að koma aftur með Clerks Animated Series, sem ég er þetta að elskaði. Og kom bara 6 þættir af því. Er það komið eitthvað meira af því? Mér skilst það. Svo gerði hann alltaf He-Man, núna á Netflix. Já, ég ætlaði í það leika með þér. Já. Er búin að sjá það? Nei. Er ekki búin að horfa neitt? Nei. Ok. Já, ennþá það eftir. Ég búma allt. Það er á watchlist. Og ég er endur aðeins búin að fylgja að það er ekki fengið eitthvað sturlað að dóma það. Nei, en það var, Vestóður sér ekki búin að sjá þetta, því maður langar að ræða þetta við þig. Já, málið það má alveg ræða það. 100%, því að það er ekkert sem heitir spoilerar þegar kemur að þessu hjá mér, sko. Ok. Út af því að sem krakki, ég þekkti aldrei He-Man eða Action Man. Já, ég skil, þú er enga tengingu, engin svona nostalgíu tengingu. Nei, ég var bara einhver svona WWE wrestling dæmi, sko. Já, þannig ég tengi ekkert við svona gæja, sko. Ekkert við svona? Nei. Ég man svolítið eftir honum, þegar ég var yngri. He-Man var stór þegar ég var krakki. Ég var alltaf með fyrir Thundercats. Ok. Það var unnur svona seria og leikfang. Og ég hef enga samt svona, ég var aldrei hardcore He-Man maður, að þetta er bara bull. Já. Basically bara þeir byggja bara þessi seríu til að selja leikfang. Já. Og leikfangi voru bara svona, hvað er að gera? Gera bara þetta. Ég sá mjög skemmtilega heimildi þátt He-Man seríuna. Það er til seríu á Netflix sem heitir Series That Made Us, eða ekki? Jú, Toys That Made Us. Toys That Made Us, já. Þetta er heldur sama fólki, það er sami kjóður eða eitthvað. Gerir fyrst Toys That Made Us. Og svo Movies. Svo Movies That Made Us, það kom aðeins setna. Mjög skemmtilega seríur. Já, ég er búin að horfa á allt saman, sko. Og þú sást He-Man þá seríuna? Já, ég hugsa ég sem að sjá He-Man seríuna. Það er alveg svona chaos, þessi segist það að búa þetta til, þessi segist það að búa þetta til. Þetta er algjört steipa á eitthvað. Þetta er einmitt sama með wrestlingfígúrunar. Það var bara þvílíkur blóðmarkaður, sko. Það var mitt wrestling þátturinn minn líka með dótið þar. En allavega, þannig ég hef engan svona tengingu þannig séð. Man eftir He-Man alltaf. En mér finnst það rosa fyndið. Þegar nú er ég búin að horfa á þessa seríu. Þess að þetta verða 2 partar. Ég er búin að horfa part 1. Part 2 kemur núna í nóvember. Já, ok. Og ég er búin að horfa á þessa seríu að þeir svo margir sem bara Kevin Smith, eiginlega He-Man, alveg bara woke þetta, woke this, bla bla, eitthvað. Og ég heyrði þetta alltaf á hann í sáseríuna. Svo horfði ég á hana. Ég skemmt mér alveg. Já. Þetta er ekki það best sem ég séð. Nei. En ég skil ekki alveg hvað þessi fullorðnu menn, að þetta eru fullorðnu menn sem bara grenja við því núna að hann hefði eyðilegt He-Man. Ég veit samt af hverju, málega, þetta er spoiler fyrir He-Man-seríun á Netflix. Ok. En lítill spoiler. Málega að He-Man sjálfur er þess að lítið þáttum. Ég var ekki búin að heyra það. Já, þú erst búin að heyra það? Já, ég var búin að heyra það. Ég á til með að lesa mér svolítið aðeins, allan að vita einhvað hvað maðurinn að gera og svona. Já, þannig að þú veist að hann er ekkit mikið í seríunni. Já, það sést líka eiginlega bara svolítið í trailerinu, sko. Já, en málega er... Heitir þetta ekki Masters of the Universe eða eitthvað? Jú, mér finnst það bara alltaf í lagi, af því að basically hugmyndir af Kevin Smith greinilega hefur verið svo, bara hvað herðu, hvernig myndi þessi heimur líti út ef He-Man var ekki til? Ég meina það er alveg pæling. Já, það er alveg skemmtileg pæling, sko. Þetta er hans take. En þú verður líka að bera virðingu fyrir annara manna takes, skilja, honum er borga fyrir að gera þetta og svo veit maður aldrei
næsta sería part 2, part 3 eða hvað sem það verður, þá getur þetta verið eitthvað sem meira interesting. Málega, mér fannst það alveg áhugavert, með flott animation í þessu, ágætis karakterar. Animation er flott, ég sá trailerinn og ég mun klara, ég mun einhvern tímann horfa á þetta, 100%. Mér finnst það alls ekki træðilegt. Er hann að koma of mikið að sjálfum sér inn í þetta? Sjálfum sér? Er þetta eitthvað, þú veist? Nei, mér finnst það ekki. Nei? Mér finnst það alveg ekki. Okay. Og ég er ekkert að segja þetta sé að best sem ég sé, en mér finnst bara svo fyndið að hlusta á fullorðna menn. Það er alltaf menn sem eru aldrei með eða eldri, sem er að grenja yfir þessu. Eins og He-Man-serían hafi verið eitthvað Óskarsverðlauna masterpiece. Já, eins og þetta hafi verið bara eitthvað búið að taka sópa öllum velunum og það var eitthvað krakkadrast. Já, þetta er bara eitthvað, þetta var fucking cool dót og að fara að blasta mann fyrir að hafa ekki gert eitthvað dót skemmtilegt, þetta er bara... Þetta er svo barnalegt. Þetta er styrla, sko. Já, en ég meina, þetta er bara heimurinn í dag. Já. Það er bara... Fólk að grenja yfir öllu. Yfir gjörsanlega fucking öllu, sko. Hvað er málum með, höfum það ekki bara það gott í dag, að við höfum tíma til þess að pæla ykkur svona ruggli? Jú. Skilur við? Bara, þú veist, að fólk ekki bara nenni þessu, sko. Ég mun nákvæmlega. Bara rífast á Facebook. Á okkur randi við Kevin Smith og... Ég rökrætti við einn í svona kvikmyndahámanu grúpu. Já, það er svona smá. Mér er alveg gaman stundum að taka þátt í ykkur umræðum. Já. Og það var eitthvað sem postaði, ég held mér að það verið með, hvort það verið með út af Clerks 3. Og ég sagði bara, ég get ekki sagt ég sé spenntur eftir J. Silent Bob rebootið. Svo myndist eitthvað umræðum það. Svo segir einn gaurinn eitthvað, já, þetta er líka gaurinn sem eyðilagði He-Man woke drasl. Ég líka þola ekki þetta woke dót. Af því að kona aldrei er það bara alltaf woke. Þetta er svo galið. Þetta er svo miklu öfgar í báðar áttir. Og ég varð bara að segja hann, ég skrifa líka bara eitthvað, þetta var eitthvað rant hjá mér ritgerð. Það sem ég var bara að segja... Maður verður stundum að svara þessu liðir fullum hálsi án grín, sko. Og ég var ekki að dissa hann persónlega. Nei. Mér fannst þetta fannst mér bara svo fyndið að fullorðnir menn sé að grenja í dag yfir því að Kevin Smith hafi eyðilagt fucking He-Man. Já, þetta er bara... Svo fólk að tala um hann að eyðilagt Ben Affleck og það er þetta ranta endalist, sko. Og svo líka bara svo bífið á milli, sko, út og voru maður að kultfólaðum á hann. Að þegar hann fór í smá diss, hann Kevin Smith við Sean Evans, hann sem gerir Hot Ones þættina. Aha. Já, hefur ekki séð þættina þannig að bora vangi? Jú, Hot Ones, það er skemmtilegt. Ég elskar þetta, sko. Þeir fóru að bífa. Kevin Smith og Sean Evans. Í alvöru, sko. Út af hverju? Þetta byrjaði þannig að það var hvort það hefur verið Kevin Smith sem sendi og vildi fá að taka þátt í Hot Ones, hvort hann hefur verið að promóta, reboot eða einhverja mynd. Já. Og hans teimi sögðu bara nei. Þessu tjá Sean Evans? Já. Og þannig að hann eitthvað, ok, fuck you then. Þannig að þeir gerðu parody þátt sem hét Not Ones. Og þá var þetta bara eitthvað J. Bob, hvort það hefur getið eitthvað að vengi, eitthvað ég sá þáttir reyndar ekki. Og þá fóru þeir að gera eitthvað, þá fór Sean Evans eitthvað að blasta það. Og þá segir Kevin Smith bara hvað gekk á í raun og veru. Svo fara eitthvað vídeo, myndbönd og Twitter eitthvað í gang, bara eitthvað að þetta ekki verið svona, þetta var svona og fóru bara full blast og þá segir Kevin Smith bara í teimið sagði bara legit bara nei. Og þeir fara eitthvað ennum ekki að ræða þetta eitthvað og þeir endur þetta þannig, ég held að þetta sé ekki beef lengur, en þeir endur þetta þannig að þeir ætla að búið til þátt sem heitir Pot Ones. Það var þannig að þú reykir sterkari jónu held ég fyrir hverja spurningu. Þetta er samt eitthvað svo barnalegt. Já, þetta var alveg fáralegt, sko. Og Sean Evans kommenta á það að hann var að fá morðhótanir. Út af Kevin Smith á svo mikið cult following. Já, frá hans aðdáendum. Frá hans aðdáendum. Hann eitthvað, sorry, ég get ekki borið ábyrgð á þessu hvað fólk segir, skilji. En hann var að fá ýmis hótanir og allt það, en það er bara út að hann að keksrugla aðdáendur, sko. Pælið því maður, þeir eru ennþá tryggir alveg bara to death. Já, ég held að þessi margir munverðin ég, sko. Já, við erum glæðið, það er alltaf að ræða við þig. Já, en, þú veist, og ég ber virðingu fyrir skoðunum í öllum, bara eins og þú segir að bara reboot shit versta sem hún séð, ég er bara fulla vinningu fyrir því, þetta er ekki góð mynd. Nei, menn og líka bara eins ef að þér fannst það skemmtileg, bara gegja. Já, en bara allt þessa mynd var bara slæmt. Þú veist, ég reyna alltaf, þetta er svo, ég frá því í fyrradag, þá hafði ég bara hort á hann einu sinni. Reboot? Það var þegar ég fór á hann í bíó.
Var hann sýnd í Bíó Íslandi? Sko, fyndið það, hún var sýnd í Bíó Íslandi, hún var aldrei auglýst, ég bara rakst á hana fyrir slisni. Hver var að sýna hana? Bíó Paradís. Já. Herðu, ekki nóg með það, að ég fer á Bíó Paradís, bara, næs maður, herðu, og það kemur eitthvað forsala myndina eitthvað. Ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta var. Og ég verð að fá miða og ringi náttúrulega Inga Þór félagi minn sem er nördið minn með mér, sko. Til þess að fara með þér. Og hann já, ég til, bara við mætum. Og ég held bara að það var bara, yes, ég náði miðum, ekki uppselt. Ég lappi inn í bíóið, við erum kannski 5 manna. Og ég ekki svona fucking grínast, sko. Nei. Ég held bara út af því að... Var þetta saleitt? Já, það er stærsta salið já, mér minni það verið saleitt í Bíó Paradís og ég held nefnilega að þetta vera bara að fara að vera svona nördar. Skilurðu bara my kind of nerds. Og ég fer að myndina og ég hefði ok, það er engin rauð, allir fólk sem komið inn eða eitthvað. Það lappa inn og þá var bara fucking, þá var ángríns 5 mannsana eitthvað. Með mér, sko, og honum. Þetta var hræðilegt. 3 aðrir, sko. Þetta var hræðilegt, sko. Og svo náttúrulega hjálpaði myndin ekki. Svo einmitt eftir myndina. Ég reyndi svo mikið að samfæra mig að það hefði verið bara fínasta mynd. Þið langaði svo mér langaði svo mikið að elska hana en það var náttúrulega bara ekki hægt og svo í fyrradag horfði ég á hana Stötu Blues bara gefin hennan séns svona fyrir podcastið og hún var skárri þá að mínum að út af því að bara þú veist, ég meina Chris Hemsworth þarna, skilur var hann ekki eitthvað svona hologram? Hann er bara hologram að sjálfum sér og og það voru fleiri, hellinga fleiri nöfnum hana sem bara eru dottanum með núna. Affleck var líka. Affleck. Damon var líka. Alveg rétt. Og þetta er náttúrulega, og svo allt original Clerks-kastið, voru með svo svartkvít. Þau koma á hana, þetta Comic-Con look-alike dæmið hana. Og þau fara inn og þá sita allt kastið í hérna Clerks og þau eru öll svartkvít. Það er þetta svolítið cool, sko. Alveg rétt. Svo það er bara næsta stæl og þá er comic book menn að grenja því að vera cancelled. Já, alveg rétt. Það var þetta rógeisla fyrir. Þannig að þú veist, það var eitt og eitt atrið sem mikill aðdáandi hjálpaði það. Já, eitthvað svona Easter eggs. Já, Easter eggs og þú veist, þá klárlega var helling sem þú fílaðir. Ef þú hefur ekki séð neitt á undan, þá er þetta mest að drasl sem þú séð þetta. Skilju, þetta er svo ef mamma mín í dag eða eitthvað myndi horfa á þessu mynd, hún er bara hvað anskotanum að láta maður. Já, hún myndi ekkert fatta neitt í rauninni. Það er svo mikið að reffum líka í einmitt gamlu myndur og svona. Það er einmitt eins og með kærasta mína, hún er ekki séð neitt að þessu. Ekki eina. Nei. Ég er bara þóreilig ekki sínin eða. Eftir hrættum að hún verður bara eitthvað, þetta er rust. Sko, hún er ekki mikið fyrir bíómyndir yfir höfuð. Hún er bara horfir ekki bíómyndir. Hvað horfir hún þá? Sjónvarpsþætti? Hún er mest fyrir sjónvarpsþætti. Já, ok, hún horfir alveg sjónvarp, en það er alveg sjónvarpsþætti. Já, eiginlega bara sjónvarpsþætti. Það er mjög sjaldan sem við setjumst og horfum að mynd. Af hverju, hvað er að við það sem hún fílar ekki að myndi? Ég veit ekki hvað er. Það er bara, jú, ég næst stundum að draga hana einstaklega sinnum í bíó, en oftast á eitthvað svona, einhverja grínmyndir eða eitthvað. En ekki fyrir sitt litla lífmynd hún horfa á hryllingsmyndir. Bara ekki séns. En þess að þú myndi segja hana, horfum á mynd sem þetta Mallrats? Nei, hún myndi ekki mega það. Og gömul öruglega. Já. Og svona dick and fart jokes og eina sem myndi kannski haldinni gangandi væri öruglega bara Ben Affleck. Já, ég skil þig. Sennilega. En ég hugsa eina myndi sem myndi kannski meika væri öruglega Zack and Miri. En Chasing Amy, það er svona dramatískara mynd. Já, samt, hún er 97. Hún fyrst ekki sko. Já, eitthvað gaur að snúa lesbíu. Nei, hún myndi ekki hafa þólið með það fyrir. Þú næði ekki að selja henni það? Nei, ég myndi ekki ná að selja henni það. En ég myndi hugsalega ná að selja henni Zack and Miri bara út af, þú veist, þetta er Seth Rogen og... Það er líka alveg svona legit mynd. Já, þetta er legit comedy bara. Já. En ég hef ekki fyrir mitt litla líf síni henni Strike Back, sko. Því að ef ég myndi sína Strike Back og hún myndi bash hana, ég veit ekki hvað ég myndi gera, held ég. Það myndi særa mig svo mikið innan, held ég. Ég held að, veist, þetta er svo, veist, ég myndi ekki þora að sína konu minni bara uppbólsmyndina minna allra tíma og hún myndi bash hana, sko. Það myndi, held ég, bara særa mig að eilífu, held ég. En það finnst sko að ég á líka svona pínu samband við, kannski einhverja myndir. Ég er búin að sína kærasta minna fullt af myndum. Já.
og við erum kannski að horfa okkar mynd sem ég veist æðisleg og hún bara svona, já, það var allt í lagi og ég bara ertu ekki að sjá snildina? Well, fuck you then. Ég hugsaði en segja það ekki. Já, en það er eins og, ég veit stundum líka bara hvað hún fílar. Þetta er eins og, ég fór á, June daginn og ég vissi alveg ég var ekki að taka hana með mér. Skilju, ég veit það, því að hún hefði búin að labba út bara. Hvernig styrir hún? Vá. Aha. Þetta er vá. Já, það er eiginlega bara orðið sem lýsir henni. Vá. Og ég verð með Donny Cruise að hexa fólk að það kemur ekki myndum með 2, sko. Donna við talaði það. Já, ég verð með henni að hexa liðið ef það kemur ekki part 2. Ok, förum að slóta þessu. Tryggvi, þetta er búið að vera mjög skemmtilegt. Þetta er búið að vera gaman. Og ég verða að spyrja í lokin. Já. Þegar Clerks 3 kemur út. Heldur þú verður bara fyrstur í röðinni ef hún kemur í bíó? Herru, ætlaði að vera ekki bara ég og Ingi Þór 1-2 í bíó búin að panta miða í forsölu og... Það er hini 3 sem mætti á reboot þeir eru bara svona, nei. Já, ég fer ekki áttur. Ég fer ekki aðra Kevin Smith mynd. Þetta verður bara ég og Ingi Þór að fáum okkur pop-up. Að nördast yfir ykkur. Þetta er búin að ógeðslega skemmtilegt. Þetta er búin gaman. Og bara takk fyrir að deila þínum áhuga á Kevin Smith. Og við vonum bara að þú hafa kannski búið til mögulega nýja Kevin Smith aðdæmdur. Ég ætla að vona það. En ég er náttúrulega, eins og ég segi, ekki horfa á Yoga Hosers, horfa á Dogma. Hvaða mynd, ok, alveg í lokin, hvaða mynd á nýr aðdándi, eða eitthvað sem kannski mögulega er ekkert búin að sjá Kevin Smith myndir? Já. Af hans katalóg, hvaða eina mynd, eða hver er fyrsta myndi sem þú mæla mynd að þessi einstaklingum myndi horfa á? Dogma. Já. Dogma. Hún bara snertir á svo mikið og svo er þetta eins og ég segi, þetta er bara Prime Damon, Prime Affleck, bara þeir eru magnaðir í henni. Selma Hayek, hver elskar ekki Selma Hayek? Chris Rock er þarna. Alan Rickman. Hún fyndin. Já. Það er góð saga í henni. Skemmtileg leikarar. Já. Ég þarf að horfa aftur á hana. Já, en klárlega, og svo myndi ég myndi örugglega að eftir því láta Mallrats fylgja eftir því. Ég veit að þetta er, þú veist, hún er ára á undan, árum á undan, en upp á að verða aðdáandi. Já, ég skilji, af því að Mallrats er Kevin Smith. Já, Mallrats er bara Kevin Smith. Hún öskrar yfir sig Kevin Smith. Dogma gerir það ekkert endilega. Nei, ég skil hvað þið. Dogma gæti alveg verið ykkur annar. Já. En Clerks 1 og Mallrats er bara Kevin Smith. Bara öskrar á sig Kevin Smith. Út í gegn. Já. Endum við því að fyrir ykkur sem þekki ekki Kevin Smith, horfum við á Dogma og Mallrats. Já. Takk fyrir að koma. Takk fyrir.